Já, velkomin að Rauða borðinu á síðasta vetrardegi. Það margt í boði hér í kvöld. Hérna í lok þáttarins þá kemur hann til mín hann Grímar Jónsson, hann kvikmyndaframleiðandi og núna með eiginlega dansk-íslenska mynd sem heitir For evigt eða heitir að eilífu á íslensku. Ég ætla að fá hann aðeins hérna að Rauða borðinu, pínlítið að segja mig frá þessari mynd og við sínum sýnishornurinni, en ég ætla bara að fá hann til þess að ræða kvikmyndagerð. Það mikið rætt kvikmyndagerð núna, ekki síst út af þessu stóru verkefnum sem að koma hingað utan og auknu afli á Íslandi. Það hellinga fólki sem kann og getur búið til bíómyndir fyrir aðra, en svo erum við náttúrulega líka með íslenska kvikmyndagerð. Við búum til myndi fyrir okkur sjálf og svo búum við til myndi fyrir heiminn sem að ferðast. Grímar hefur verið þáttakandi því, þar hafa náð miklum árangri undanförnu. Ég ætla aðeins að spjalla hér kvikmyndagerð í lok þáttarins. Eiríkur Bergmann kemur hingað reglulega og þá förum við stjórnmálaástandin og ætla ég að leggja fyrir hann svona nokkrar kannanir. Það hefur alltaf verið að mæla. Við erum með kannanir fylgi forsetaframbjóðanda, við fengum kannanir á fylgi flokkana í gær, við fengum kannanir á innegni ríkisstjórnarinnar og einstakar ráðherra, hvernig fólki líst á nýja ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Við ætlum að fara svona yfir sviðið, labba yfir stöðu ríkisstjórnarinnar, líkurnar á því hvenær verður kosið, labba yfir stöðu einstakar flokka og síðan einstakar frambjóðenda í forsetakosningunum. Það verður spjall hérna við Eirík Bergmann á eftir. En áður en því kemur að þá heldur Björn Thorlacius sér þing með þingmönnum. Þau koma hingað Sigmar Guðmundsson frá Viðreisn, Guðmundur Ingi Kristjánsson frá Flokki fólksins og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir frá Pírötum og þau ætla að ræða það sem að gerast niður í þingi. Í þessari viku hefur náttúrulega vakið mesta athygli frumvarp lagareldi eða strandeldi sem að hefur vakið hörðu viðbrögð. Voru hér mjög áhugaverð eldræða Katrín Oddsdóttur hér í þættinum Synir Egils á sunnudaginn, en síðan hefur þetta blandast inn í samfélagsumræðina. Það verður lífleg umræða þingmálin. Björn Thorlacius fær til sín 3 þingmenn hér á eftir. Þetta prógrammið í kvöld á síðasta vetrardegi. Áður en að ég spila viðtöl kvöldsins ætla ég að minna á að samstæðan svona samstarfsverkefni okkar sem að sitjum hér og búum til þætti, bæði hérna með vélarinnar og hinum megin, gestana sem hingað koma og ykkar sem eruð að hlusta og horfa. Þið getið verið virkir þáttakendur með því að benda vinum og vandamönnum á samstöðuna, það efni sem ykkur líkar. Ég er ekki að biðja ykkur að dreifa út efni sem ykkur líkar ekki, en ef ykkur líkar eitthvað á samstöðunni endilega segja vinum og vandamönnum frá því, því að þá fara þeir og kíkja og þannig stækkar dreifikerfið okkar. Þannig virkar þetta í dag. Við höfum ekkert efni á að auglýsa tilvist okkar á neitt nátt. Samstöðun hefur byggst upp af afspurn og afspurn verður til ef einhverjum líkar það sem við erum að gera og það er bara ágætis aðhald fyrir okkur hér. Þið getið bent á að efnið okkar má finna á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpssveitum, á útvarpinu 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu. Útvarpssendingarnar má líka sækja á spilarin.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Við erum með 5 á fjarstýringunni þar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni samstöðunar. Ef ekki þá bara skiptið yfir til símans því að meira og minna þessi fyrirtæki að bjóða upp á sömu þjónustu fyrir sama verð. Þeir sem eru með sjónvarpið frá símanum hafa aðgengi að sjónvarpsefni, sjónvarpsstöð samstöðunar sem eru 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðurinnar. Að mörgu talið vera orðið einn af kjarnunum í samfélagsumræðinu á Íslandi. Þið sem að viljið styðja og styrkja uppbyggingu samstöðunar getið gert áskrifendur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Ef þið ítið á hann, þá getið skráð okkur fyrir 2500 krónur sem er lágmarksáskriftin. Þið getið borgað meira ef þið viljið. Og því sem er kjósið getur átt áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Því það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna fyrir 2500 krónur á mánuði. Þá fáið þið allt efni samstöðunar pluss það að þið eigið samstöðuna í félagi með öðru fólki. Frábært tilboð það. En ég ætla aðeins að gera smá hlé og svo mætir Björn Thorlacius hér eftir með þingmenn og þeir ætla að spjalla landsins gagn og nauðsynjar eins og sagt er. Tíminn.
Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð, velkomin í þjóðaréttin þingið sem hluti af hlaðborði Rauðaborsins á Samstöðinni í kvöld. Það eru árstíðaskipti, sumardagurinn 1. á morgun. Þess vegna nú að reyna að sýna einhvern lit með að vera hér í gulu og með þessi glimmeri líka. En ég veit ekki hve mikil glimmerstemning hjá þeim sem kveðja þennan vetur pólitískt og þingið fjallar jú pólitísk álitaefni og flestir viðmælendur í þinginu eru að jafnaði þingmenn og það verður engin breyting á því í dag. Þátturinn verður svolítið eins og brautarstöð. Sumir sem eru hér núna þurfa að víkja velli og vonandi koma aðrir nýir en það hefur samt verið svolítið erfitt að bóka þingmenn þennan daginn, mikið af fundum í dag. En við ætlum sérst að gera upp þingveturinn. Ef ég heiti Gísli Marteinn og ef þið værið að horfa á vikuna, þá myndum við kannski öll bara vera hér í einungis glaðlegri stemningu, reyta okkur brandarana og hvetja landsmenn til að sýna samstöðu. En samstöðin víkur að fleiri þráðum í samfélaginu heldur en því að vera bara þæg og góð og kannski munu umræður dagsins litast að einhverju leyti að því. En verið þið velkomin þið þrjú sem þegar eru komin, Sigmar Guðmundsson, Viðreisn, Þórhildur Sunna, Pírati og Guðmundur Ingi, Flokki fólksins. Takk fyrir. Sigmar, ef við byrjum bara á þér, þessi vetur sem að baki, þessi pólitíski vetur, hvernig hefur hann verið? Já, sko, mér finnst hann hafa verið bara mjög áhugaverður auðvitað. Það náttúrulega búið að vera þannig í pólitíkinni að það hafa verið svona mikla hræringar inn í ríkisstjórninni. Bæði hafa menn verið að skiptast á ráðherrastólum alveg hægri vinstri og þá yfirleitt í kjölfar einhverja svona vandræðamála. Og svo líka stendur það bara upp úr sko hvað svona ágreiningur og átök innan stjórnarliðsins eru mikið fyrir opnum tjöldum. Ég man ekki, það nú oft þannig að það gustar ríkisstjórn hverju sinni, auðvitað það þannig í lýðræðisríki. En þarna erum við hins vegar að sjá svo mikið óþol, sérstaklega 2 flokka, gagnvart því að vera í stjórnarsamstarfi með hinum flokknum, að menn ekkert að fela þetta neitt lengur sko. Og þetta hefur nú yfirleitt verið þannig, menn reyna að setja eitthvað pottlokk á og annað og það hefur bara ekki tekist. Þetta bara manni liggur stundu við að segja sko að þetta sé nánast þannig að stjórnarandstaðan komist ekki að með sína gagnrýni á ríkisstjórnina vegna þess að hún er svo öflug innbyrðis við að tæta sig einhvern veginn á hól sko. Mér finnst þetta svolítið standa upp úr í vetur og svo verði ég auðvitað að fá að nefna bara hvað þetta var vandræðalega erfið fæðing og hvað gekk mikið á núna þegar að Katrín fór í forsetaframboð. Hvað flokkarnir voru algjörlega óundirbúnir því, hvað landstjórnin hökti mikið við það að hún færi og það kemur nýr forsætisráðherra inn. Og ef ég ætti að fá að nefna eitthvað eitt mál sem að mér finnst standa upp úr, þá það samþykkt búvörulagana, ekki endilega vegna umfang málsins þó að það sé heilmikið, heldur hvernig vinnubröðin í því voru. Það hef ég ekki séð ég hef ekki séð svona ljót vinnubröð vil ég meina núna á lengi, að minnst ekki frá því að ég settist á þing. Aðeins með þann bolta, fyrir 2 dögum satt hér Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og hann jú sérfræðingur í þessum málum. Hann telur alveg skýrt að þetta séu ólög.
að þetta yrði dæmt ólöglegt ef þessu væri fylgt eftir fyrir dómstólum. En þegar ég spyr hann, líklegt að það verði gert, þá segir hann, nei, það ekki líklegt. Það ekki svona hluti á þessari klemmu sem við erum stödd í? Jú, mér hefur nú skilist að það sé nú einhverjir aðilar að láta skoða það, hvort að það geti verið grundvöldur til þess að láta reyna á rétt sinn. Vaffer og neytenda. Já, og samtök atvinnurekenda og kannski einhverjir fleiri. Þetta þetta nákvæmlega þannig að það innbyggt inn í kerfið okkar að mál þurfa að fá einhverja tiltekna þinglega meðferð. Og þarna verður svo mikil breyting á milli annar og þriðju umræðu án þess að hagsmunaaðilar fá að koma fyrir þingnefndina, sendin umsagnir og annað að mér sé að ráðuneytið efast að þetta standist EES-samningin en aðalega svona það sem að mér finnst leiðilegt að sjá í þessu það hvað ég vil meina að brotaviljinn í þessum máli hafi verið tiltölulega einbeittur. Ég held að það hafi staðið til að koma þessari breytingu í gegn með einum eða öðrum hætti. Þetta hefur verið áherslumál hjá Framsóknarflokknum að gera þetta og gott og vel, menn hafið alls konar skoðanir í pólitík og það þetta bara fullkomlega eðlilegt að við séum ekkert endilega sammála það hvernig landbúnaðarmálum eigi að vera fyrirkomið eða hvert hlutverk afurðastöðva eða eigi að vera eða hvort þau eigi yfir höfuð að vera út í samkvæmdislögum eða ekki, þetta alls konar skoðanir að því en við getum ekki kipt þinginu bara hálfpartinu sambandi þegar við erum að koma inn einhverju meiri hluta sjónarmiði í þessu sem að mér sýnust nú reyndar líka hafa verið svona hálfpartinn þess eðlis að VG hafi sofið á verðunum og átt að segja á því eftir á einhvern veginn hvað var að gerast sko. Hvernig myndið þú lýsa síðustu vikum, mánuðum, þessum þingvetri og hvernig ef þú berðan saman við hin árin hjá þessari ríkisstjórn ertu sammála sinna? Já, þetta hefur örugglega verið svona dramatískasta ár dramakastsin sem að þessi ríkisstjórn hefur verið alveg frá upphafi sko. En ég hef náttúrulega séð þessa þróun kannski verið að ágerast lengi og eins og ég hef talað þetta þá var þessi útganga Katrínar svona þriðja stjórnarkreppan á bara mjög stuttum tíma þar sem að við vorum með atburðarás sem að byrjaði á því að byrjaði eiginlega á þessum væringum hjá Sjálfstæðisflokknum út af hvalveiðibanninu og hvernig þið byrjuði að tala sko strax síðasta sumar og það náði hámarki svo í kringum umræðum vantrauststillöguna í janúar síðan auðvitað þegar að Bjarni segir af sér vegna niðurstöðu umboðsmanns sem allir hefði getað séð fyrir en voru, við skulum hafa það í huga líka, voru búin að aktíft tala niður og það er ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn, heldur líka Framsóknarflokkurinn sem að ítrekkað sögðu öllum að það hefði ekkert verið athugavert við þessa sölu, það hefði ekkert verið athugavert við að Bjarni hafi verið þarna ráðherra sem að koma að sölu sem að pappans tók þátt í. Þannig að þetta var gjörsamlega fyrir sér niðurstaða þótt að stjórnarlegar hafa reynt að telja okkur trú annað og reynt að tala okkur niður sem bentum á að þetta var ekki í samræmi við stjórnsýslulög. Þau skipti, ég meina það var ekkit öruggt að þau getu haldið það út þá. Þau fara í einhverja hópeflisferð þarna og komast að þeirri niðurstöðu að þeir neyðast víst til þess að halda áfram saman. Þó þau langiða ekkert og finnist það ekkert gaman lengur. Af því þau vilja ekki vinna með ykkur? Af því að þau vilja ekki hætta að stjórna og eru hætt við kosningar. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn vilja augljóslega ekki vinna með okkur. Ég veit ekki með hinna tvo flokkana. Ég hugsa að þið láti svo nú alveg hafa það ef að það verður til þess að þau komast í ríkisstjórn sko. En við náttúrulega höfum verið mjög skýr með að við ætlum ekki að fara í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum. En það er svo sem önnur enla. Og svo þetta, Katrín gengur út og það tekur hennar gríðarlega langa tíma að hnoða þessu saman aftur og við endum með þennan óvinsalasta stjórnmálamann Íslands í forsætisráðuneytinu sem gjörsamlega gengur fram að fólki og skiljanlega. Og svo kemur þessi ágæta úttakt í heimildinni þar sem að okkur er bent að það veri kannað hvort það væri hægt að kjósa í maí sem segir okkur að þetta er mjög óstabílt hjónaband sem er í gangi þarna og það eru auðvitað orðið mjög þreytt að vera einhvern veginn
alltaf við viðbrastöðu með stjórnin að fara að springa núna, hún það ekki og ég hef sagt, ég hætt að nennan að pæla í þessu sko, af því að þetta einhvern veginn svo En vegna þess að þú segir núna, hve mikinn frið ætlar þú að gefa sem þingmaður í stjórnarandstöðinni? Ég gef náttúrulega aldrei eitthvað frið til þess að starfa og koma Ég gef náttúrulega aldrei eitthvað frið en það breytir því ekki að það er ágætt að hafa ákveðna maður getur náttúrulega aldrei verið 100% viss að kjörtímabil haldi eða eitthvað þannig sko. en þegar að ríkisstjórnin getur ekki einu svona ákveðið sér sjálf hvort hún vilji stjórna og er reglulega bara að velta í opinberlega fyrir sig og ráðast hvert á annað þá er það mjög skrítið ástand að vera í sem pólitíkus í stjórnarandstöðu en svo ég adressir líka sko þetta með þessa 2 flokka ég meina það er það sem er á yfirborðinu VG og Sjálfstæðisflokkurinn eitthvað svona senda eitupillu sín á milli mér finnst það svona mörguleiti vera í nössunum á þeim þetta er svona að tala inn í baklandið þannig að það er mjög þægilegt og gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ráðast af VG og að því að baklandi í Sjálfstæðisflokkum er pirrað af VG og svo er mjög þægilegt fyrir VG að svona bæði að Sjálfstæðisflokkurinn sé að ráðast á sig fyrir að ráða og miklu og en líka bara að vera með eitthvað smá viðnám og eitthvað smá andstöðu við þetta tala mjög vel inn í bakland þessar að tökja flokka og þess vegna held ég að þau leyfi sér að vera svona vókal pirruð yfir þessu en þar sem að kannski siglir undir radarnum hjá fjölmiðlum og mögulega því að það er bara miklu minna sýnilegt út af við er að það er heldur alls engin friður á milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar Nei. Og það er meðal annars vegna þess að þessi 2 flokkar þeir eru í samkeppni við það hvort flokkin Samfylkingin velur að loknum kosningum til meiri hluta samstarfs í ríkisstjórn. Já, ég held að heyri ég innan úr þessum báðum flokkum. Ég held að það sem frekar sko, ég held að það sem frekar til dæmis það fyrir afskaplega töðunar á Sjálfstæðismenn hvaða Framsóknarmenn eru duglegir að lofa peningum sem þeir eigi ekki. Já. Og eins og Sjálfstæðismenn hafa alltaf farið vel með það. Já, svo er það sko, ég meina þeir eru bara vanið því að ráða því hvert peningarnir fara, þannig að það fer auðvitað ógeðslega í töðunar að þegar fólk þykist ætla að fara út fyrir það vald og taka sér eitthvað vald sem þeir hafi ekki og ég held að það hafi verið ég held að þeim hafi verið það mjög erfitt að afhenda Sigurð Inga lyklana á fjármálaráðuneytinu, ég held að þetta sé eitur í beinu Sjálfstæðismanna að það sé komið Framsóknarmaður í fjármálaráðuneyti og á móti að þá held ég að Framsóknarflokkurinn sé orðin rosalega pirraður á að geta aldrei gert nokkuð skapaðan hluta því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf vítóað fjármagnið þannig að það er alveg áhugaverð staða sem er komin upp núna þegar að Sigurður Ingi er komið með lyklana á fjármálaráðuneytinu og hann þarf að fara að standa við öll stóru orðin og kannski sína eitthvað á spilinu hvort hann geti yfir höfu staðið við loforðastabban sem hefur safnast upp á öllu þessu tíma sem að þeir hafa í raun svona reynt að fela sig á bak við Sjálfstæðisflokkin með að sé ástæðan fyrir því að þeir hafa ekki getað staðið við sko. Guðmundur Ingi, hvaða einkunn gefur þingvetrinum og svona því sem við höfum orðið vitna hjá ríkisstjórninni og meirihlutanum? Ég verður bara að segja alveg svo að þessi þingvetur er sá lélegasti sem ég síðan þessi 6,5 ár sem ég er búin að vera inni. Ég hef ekki orðið varfið áður fyrir en núna í vetur að það var bara fundafall í nefndum vegna þess að voru engin mál inni. Þingmannamál voru inni en það máttu eiga við þau og það voru engin stjórnarmál hann inni og það var bara allt í upplausn og ég tekur undir með þeim að þessi ráðherrakapall við erum með 3 ráðherrarna sem hafa sko virðast ekki virða lög og reglur til dæmis Guðmundur Ingi nafni minn hann átti að búa til hagsmunafulltrúa aldrara sem var samþykkt einróma á þinginu, hann bjóð til pósthólf og símlíðinu á Ísland.is þá har hann búin að afgreiða það síðan er Svangi Sagadóttir með hvalveiðimálin og svo Bjarni og þetta er bara í skelfileg stjórn og ég segi fyrir mitt leyti að ef við horfum aðeins aftur tíma hvernig þessi ríkisstjórn síðustu 6 ára hefur komið fram til dæmis eldri borgara. Það er eini aðilar sem hafa ekki fengið krónu frá þessari ríkisstjórn í 6,5 ár, ekki neitt auka og ekki einsinni fengið vísitöluhækkanir eins og á að vera vegna þess að það er alltaf verið þessi leikur á tölum til þess að reyna að ná niður kjarabót þessu hópa og kjaragleinu stækkar og síðan er núna sem er eiginlega sko furðulegast að öllu að það var samþykkt í 2020 að lögfesta samningsóra málum til Fallavols. Það er ekki búið að því ennþá, ekki viðaukan, ekki kærlið, en samt er að fara að gera kollvarpa endurskoðun á örgkerfinu öðru. Það sem er undir að þessi einstaklingar þegar ef þeir færi inn í þetta nýja kerfi geti kært og kærlega verið opnar. Og síðan
komaði með svona frumvarpi sem endur almannatrygginga fyrir öryrkja 800 krónu hækkun, 803 krónu fyrir, og þá eftir að skatta það og þá að vera eftir 1,5 ár, ég meina. Og þeir sem verst settur öryrkja sem fatlaðir einstaklingar, þeir að fá 4.000 krónu hækkun eftir 1,5 ár. Ég meina, í hálfgerði verðbólgu upp á hvað? 7-8%. Þetta bara glórlöst. Það alltaf, og svo þegar ég spurði Bjarnar daginn að því að hann lofaði eldri borgurum, hann sagði 2003, ég held að það 2016 að draga úr skerðingum, og það 45% skerðing á lífeyrissjóði ennþá, og hann bendir alltaf okkur tekjusaga.is, það lifir enginn af því, það lifir bara því sem hún farði útborgað. Já, Sigmar, af því ég veit að þú þarft að fara fyrstur, veit ekki alveg hvað mikinn tíma þú hefur, en vegna þess sem Guðmundur Ingi nefnir með kyrrstöðuna sem var, að nú það er nú heldur betur búið að breyta því. Það streyma núna frumvörp fram, mjög umdeild frumvörp, eins og mér skildist á annarkvort stefnu eða frumvarpi Guðlaugs Þórs daginn, þá eru til dæmis sveitarstjórnir að fá meira vald til þess að greiða fyrir götu vindorkugarða, heldur en þau hafa fengið, það er ekki örugglega rétt skilið hjá mér. Og svo erum við með þessa firði landsins, lagseldið af frumvarp sem lagt á fram í gær að í rauninni norskir auðmenn geti bara eignast okkar firði til langframa til að stunda þar sína starfsemi sem mörgum gæti nú fundist saga til næsta bæjar. Er það þín tilfinning að það er að móka núna restin af þessu kjörtímabili þá að móka áfram umdeildum málum, að það sé einhvern veginn búið að ná einhverju sátt sem áður var ekki? Já, sjálfsagt reynaðu nú að gera hansi margt, en ég held að það verði seint friður um þetta mál sem að snýra fiskeldinu, þá eru svona grundvallar atriði undir eins og það hvernig við förum með auðlindin okkar og hvernig við útlutum þeim gæðum sem að felast í því, og þarna eru þetta verið að tala um það að leyfin er ekki lengur bundin við tíma, þau eru bara ótímabundin eins og þú ert að benda á í þínum eingangi, og það verður þetta engin friður um þetta mál á meðan það lítur svona út, sjáum auðvitað hvað gerist inn í þingnefndinu og umræðinni. Já, ég meina, auðvitað hefur talsvert verið að koma inn af málum, en málafjöldin einn og sér, hann auðvitað er ekki mælikvarði á það, hvað kemur mikið undan ríkisstjórn, það er hversu mikið að málunum verður samþykkt. Og við vitum það auðvitað, ég meina, það er líka til að mynda eftir svona umdeildir hlutir, hvað varðar útlendingamál og annað, og þar eru þetta ríkisstjórnarflokkarnir ennþá ósammála ákveðna hluti, Þannig að málafjöldin segir ekki alla söguna, Svo er nú líka þannig að það er ekkert langt þangað til að þingi fyrir 2 vikna hlé út af forsetakosningum. Það er ekkert rosalega langur tími eftir þannig að séð. Þannig að þau eru sjálfsagt einhvern veginn að reyna að berja í brestina með því að leggja fram fullt af málum. En ég sé, við sjáum þetta kannski bara best á því að þegar þau eru að endurnýja heitin í 1000. skiptið þarna á dögunum, strengja þess heit að halda áfram, búin að kanna það eins og Þórhildur Sunna er að benda á hvort það veri mögulegt að kjósa meðfram einhvern veginn forsetakosningum og annað, að þá eru lögð til grundvallar 3 mál sem að eiga að vera áhersluatriðin út kjörtímabili. Þetta er það sem að flokkarnir hafa svona einhvern veginn náð saman að séu mikilvægustu málin, og þá er talað útlendingamálin, orkumálin og svo baráttuna gegn vöxtum og verðbólgu. Þarna eru sem sagt líka undir mestu átakafletirnir að mörgu leiti á milli stjórnarflokkana. Við sjáum þetta í útlendingamálunum, það er nýbúið að 20. febrúar, þá við talaðum það að það komin einhver ný heildarsýn ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Svo örfáum vikum seinna þegar að ríkisstjórnin er næstu í sprungin, þá þarf að fara að semja upp á það það allt saman upp á nýtt og bara látið eins og það sem á undan gekk hafi bara hreinlega ekki verið, Við sjáum það hvernig ráðherrar ríkisstjórnarinnar í VG og Sjálfstæðisflokknum tala um orkumálin, er algjörlega austur og vestur, og við sjáum að það er bullandi óánægja með það innan Sjálfstæðisflokksins hvernig er verið að taka á ríkisfjármálunum, þó að sá flokkur hafi nú haldið á því í ráðuneyti þangað til bara fyrir skemmstu. Þannig að málafjöldin segir okkur ekki nokkuð skapaðan hlut, held ég. Þessi ríkisstjórn hefur vissulega þingmeiri hluta til þess að keyra alls konar bull í gegn, en það er líka veikleiki fyrir hana hvað hún er ósamstíga, og það gerir henni þingra fyrir, til dæmis þegar kemur á svona máli eins og varðandi lagseldi sem við úrst að nefna, það sem þetta grundvallar atriði er undir.
ég ætla bara að leyfa mér að vona að þingið stígi svolítið fast niður þar og stöðvi það. Fyrir utan sko bara til að skjóta inn í þrátt fyrir þennan málafjölda sem þið tókst að skila inn fyrir 1. apríl, þá þetta samt langt undir meðaltali af málum á einum þingvetri sko, bara til að halda til haga og það svo mörg mál sem koma inn svona seint, það er alltaf ákveði svona, hvað maður segja, handicap að koma með það svona seint inn vegna þess að þá eru líkurnar á því að það komist alla leið alltaf minni heldur en ef að það er lagt fram á eðlilegum tíma sko. En af því þú myndist á forsetakosningarnar, mér langar að fá þitt take á það áður en þú yfirgefur okkur og ríkur á fund sem ég held að séu bara næstu mínútum. Hvernig nú að spilast úr þessu fyrir Katrínu Jakobsdóttur sýnist þér og hérna má ég rukka þig svona aðeins þú nú fréttamaður til áratuga búin að fylgjast með íslensku samfélagi og getur sett þetta í samhengi áður en til pólitíski ferill hefst. Hvernig líst þér á þetta allt saman? Ég held að það sé þannig að ég ímynda mér að það sé talsvert panik í herbúðum Katrínar Jakobsdóttur. Ég held að þau hafi metið að þannig að hún ætti kannski svolítið greiða leið að þessu embætti sem við sjáum að ekki að gerast og það þetta reynast henni þyngra heldur en hún hélt og hún sé mjög vinsæl og það örugglega mjög margir bara sem að sjá svona hennar mannkosti og eiginleika í sjálfu sér vel eiga heima á Bessastöðum. Það flækist fyrir allmörgum að hún nýkomin úr þessu embætti. Þeir frambjóðendur sem að gera sig gildandi, ég nefni það Baldur og núna síðustu dögum Höllu Hrund. Þau eru, sko Baldur náttúrulega bara með sama fylgi og hún og Halla Hrund á alveg þvílíkur uppleið og mér finnst hún vera svona svolítið að sækja fylgi á mörguleiti eða reyna að sækja fylgi á sama stað og fylgi hennar Katrínar liggur. Það er að segja, mér hefur fundist svona hinga til hún vera svona svolítið að leggja áherslu á landsbyggðina og eldri og íhaldsamir alltaf mikið að kjósa Höllu samkvæmt niðurbroti. Og það er rosalega áhugavert að sjá þetta hvað hún mikill spútnik í þessari kosningabaráttu. Það er mjög áhugavert að sjá það. En hins vegar sko held ég að við verðum að staldra við. Þetta allt saman mjög frambærilegir frambjóðendur. Það vantar ekkert upp á það. En mér finnst það ekki trúverðugt þegar að við erum að tala það að forsetaembættið að svona eitt helsta vald forsetans, raunverulegt vald málskotssetturinn sem á að vera svona einhver varnarleið gagnvart ríkisstjórninni, gjámilli þings og þjóðar hefur náttúrulega verið notað sem rök þegar að forsetar hafa verið að skjóta málum til þjóðarinn og þó að það ekki gerst oft. Við erum auðvitað þá með forseta ef að Katrín er kjöri sem var höfuð þessara ríkisstjórnar, sem var formaður í flokki sem í ríkisstjórninni, hversu trúverðugur málskotsrétturinn, beiting hans eða öllu heldur ef hún ekki beitt í umdeildum málum eins og getur hæglega komið upp bæði núna meðan þessi ríkisstjórn klárar setuna og svo líka bara fyrir VG í framhaldinu og því hvort að þetta stjórnarmynstur eða ekki ef að VG í stjórn. Mér finnst þetta vera mjög mikið umhugsunarefni. Ef að menn vilja halda því fram að málskotsrétturinn eigi að vera virkur og hann eigi að vera þetta tæki, þessi varnagli, gagnvart valdhöfum, að þá það tæki fullkomlega ótrúverðugt auðvitað þegar að sá sem á að hafa aðhaldið með ríkisstjórninni var áður höfuð þessara sömu ríkisstjórnar. Mér finnst það segja sér svolítið sjálft og ég nú teki eftir að Píratar og Þórhildur Sunna hefur talsveit mikið talað þetta. Mér finnst þetta atriði miklu alvarlegra heldur en fyrirferð þessi opinberu umræðu gefur fyrirheit til. Að því sögðu fyrir utan þetta þá held ég að Katrín sé alveg alls magleg og náttúrulega vinsæll stjórnmálamaður og allt þetta, en bara ofur einfallega þessi fortíð, minnst hún setja svolítið strik í reikningin og já, og þetta bara svolítið að þvælast meira fyrir henni heldur en að uppleggi var. Já, þannig að þú ert svolítið í liði með þessari gagnrýniðinni með Steinunni Ólínu, Jón Ignar og Baldri Þórhallssyni sem öll þrjú hafa ávarpað. Mér finnst þetta bara að blasa við. Ég meina, þú veist, við getum bara teiknað upp svona atburðarás, Svandís Bjarkey eða Guðmundur ráðherra VG koma fram með eitthvað mjög umdeilt mál, það verður allt vitlaust í samfélaginu, það fara af stað undirskriftalistir það að forseti eigi ekki að skrifa undir lögin og hann eigi að vísa málunum í þjóðaratkvæði og Katrín situr á bestu. Hversu trúverðugt það ef hún gerir það ekki? Og hversu líklegt að hún gerir það? Skiljiði mig. Ég fæ þetta ekki alveg til þess að koma heim og saman. Auðvitað hægt að umgangast embættið eins og var gert í áratugi þar sem að menn bara láta eins og þessi málskotsréttur sé ekki til. En hann þarna, hann í stjórnarskránni
og hann hefur verið nýttur þó að hafa ekki gerst núna í tíð þessa forseta sem nú setur, þá gerði forverin það í þrígang. Þannig að mér finnst við ekkit, þegar við erum að tala forseta og stjórnskipan og annað, mér finnst við ekkit komast fram hjá því að ræða þetta. Þetta er auðvitað, málskotsrétturinn hann svona, trúveruleikinn í kringum hann ekki mikill á meðan þessi staða uppi og það auðvitað hefur ekkert með Katrínu sem persónu að gera, heldur bara stöðu hennar sem höfuð ríkisstjórnarinnar svona lengi. Þá þurfa hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar að kveðja þig. Já, takk fyrir. En þakka þér fyrir að koma. Bara takk fyrir mig. Og gleðilegt sumar. Sömuleiðis. Og ánægða með sumarbóliðin. Já, það er gott. Og gleymir þið. Já, gleymir þið. Bara takk fyrir mig. Þú mátt bara standa og fætur og yfirgefa samkvæmdina. Takk fyrir okkur. Já, eigum við að halda þessum bolta aðeins á lofti? Já, getur gert það. Ég tek undir með honum Sigmari og við höfum verið að benda á það í Pírötum alveg frá því að hún tekur þessu ákvörðun Katrín að hlutverk forsetans að vera ákveðin öryggisvendill fyrir þjóðina. Hann hefur þetta vald að geta beint málum í þjóðaratkvæðagreiðslu og það vel hægt að efast að Katrín geti beitt því valdi með hlutlegum hætti. Svo eru önnur atriði sem koma til varðandi þetta framboð og það snýst til dæmis að hlutverki forseta sem svona hann gefur stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar sem svo sem ekki fysiskt til og ekki einhver struktúr í lögum en þetta hefðar helgað hlutverk forseta sem ég held að yrði verulega skaddað ef að Katrín tekur við því og ætlar síðan að fara sama hverjum í raun afhenda eitthvað stjórnarmyndunar umboð. Hversu trúverðugt það? Ég held að eyðileggi að einhverjum hluta þetta hlutverk forseta. Vegna þess að þetta svo huglægt mat hjá forseta, ég meina eins og þegar Ólafur Ragnar réttir framsókn 2013 stjórnarmyndunar umboðið af því að þau voru ekki stærsti flokkurinn en þau sigruðu kosningarnar og eitthvað svona, ég meina þetta eru bara huglegar forsendur sem að forseti velur sér fyrir því hverju mann réttir umboðið sko. Það vakti athygli mín að daginn sem Katrín staðfesti að hún ætlaði framboðið að hún talaði eins og þetta væri ekki stjórnmálulegt embætti, þetta væri ekki pólitískt embætti. Já, hún sagði, nú kveði ég hinn pólitíska vettvang, mér fannst þetta ótrúlega sérstakt vegna þess að þú getur ekki bara staðið upp og hvatt hinn pólitíska vettvang og látið þess að forsetin sé ekki pólitískt embætti. Ég meina að þetta persónukjör og þetta hluti af bara æðstu stjórnskipan landsins og auðvitað þetta pólitískt embætti þótt að sko forsetin að halda sig frá flokkapólitík að þá þetta pólitíkus, þjóðhöfingin okkar pólitíkus en sko og annað í þessu áður en að ég læta hana Katrín í friði sem ég get alveg tekið undir að góðum kostum gett og það hefur verið ánægilegt ofta tíðum að vinna með henni og ég sé að hún mjög flinkur pólitíkus. Mjög flink líka ég að svara ekki spurningum. Já, hún einstaklega góð því. Það alveg sérstakur hæfileiki sem hún hefur. Ég hef oft fundið fyrir því. Það hefur mjög erfitt að spyrja hennar spurninga vegna þess að hún eyðir eiginlega öllum tímanum, nú ætlum ég að hætta þessu. Nei, það síðasta sem ég vildi benda á varðandi þetta bara þetta að fara úr embætti forsætisráðherra og beint í þetta. Mér finnst það bara ekki viðeigandi. Mér finnst það ekki vera í samræmi við góðar og gildar lýðræðislegar hefðir að gera þetta. Dómgreindarskortur. Mér finnst það ákveð ábyrgðarleysi. Já, mér finnst það einhvern veginn skortur á að skynja sína eigin stöðu og ábyrgð. Ég kann ekki að meta þetta og ég átta mig á því að mörgum finnst þetta óttalegt humbúk hjá mér. Já. Og ég veit ekki hvort það var Össur Skarphéðinsson sem var að kalla þetta væl í Jóni Gnarr að benda á að þetta veri skrítið, ég meina Jón dregur upp þessa mynd, þú veist að það síðasta sem Katrín gerir að fara á Bessastaði og svo fer hún og gefur blaðamanna fund á Bessastöðum sko, það hennar síðasta verk embætti forsætisráðherra og ég ætlaði að klára þetta með að yfirgefa hinn pólitíska vettvangi minn og svo heldur hún áfram sem forsætisráðherra í eitthvað tíma, þú veist, og eftir, það er ekkert langan tíma en samt, nokkra daga og þannig að hún kvaddi nú bara ekki þennan pólitíska vettvang og mér finnst þeim eitt mikilvægt að benda á að fjölmiðlar eigi ekki bara að gefa henni það að hún sé einhvern veginn þurfi bara ekki að svara fyrir sinn fyrri ferila því að hún framboðið til forseta núna og þar með hafa hún hvatt hinn pólitíska vettvang, það ekki þannig. Allt því sögðu það viljum segja eitthvað þessar forseta kosningar vegna þess að ég held eins og Sigmar að hún hafi
talið sig eiga góðar sigurlíkur og ég held ennþá að hún eigi góðar sigurlíkur. Ég held hún sé alveg mjög sigurstrangleg vegna þess hún vinsæl, vegna þess hún góð mannkostum gætt, vegna þess að hún ótrúlega vel þekkt auðvitað og var forsætisráðherinn okkar og gríðarlega vel tengd og allt þetta. En á sama tíma auðvitað búið að vera ótrúlega merkilegt að fylgjast með Höllu Hrund og hvernig hún ríkur upp í körunum. Fólk skynjar svona, einmitt, ég held að margir líta á hana sem ótengda pólitíkinni og fulltrúa almennings og þar með vænlegan kost í samanburði við alla hina. Og svo Baldur auðvitað líka mjög sigurstranglegur og hún gengur mjög vel. Og ég held að við megum heldur ekki vanmeta Jón Gnarr vegna þess að hann líka með ansi sterkt kapital. Og svo Steinunn náttúrulega í alveg ágættu uppáhaldi á mig líka. Ég var náttúrulega með henni áður en að ég settist að þinga. Hún er alveg frábær kona. Já, ég var með henni í Kvennablaðinu. Við þrjú okkar sem hér erum núna, eða höfum verið, við deilum þeirri sögu. En hver heldur það verði forseti, segirðu, bara ef þú þyrftir ef ég myndi rukka eitt svar í dag. Það Katrín? Veistu, mér finnst þetta það spennandi að mér finnst það ekki liggja fyrir. Ég get ekki sagt það. Eins og ég segi, mér finnst Katrín mjög sigurstrangleg en mér finnst hin þrjú sem að ég nefndi öll eiga séns. Já. Þú hefur ekki verið í blaðamennskunni, það? Nei, það hef ég ekki verið. Þú ert öryrki. Já. Og þú ert vanur að huga að þeim sem ekki hafa sterkust stöðu í samfélaginu. Hvernig finnst þér það ganga inn á Alþingi, hafa gengið í vetur eins og þú nefndir áðan, þá finnst þér mjög margt falla á milli skips og bryggju hvað varðar réttinda stöðu þeirra sem þyrfti að styðja við og ég verð nú bara að viðurkenna það að út frá sjálfu mér þá finnst mér ekkert mjög margir þingmenn dagstaglega að vera að berjast fyrir hagsmunum undirsettra á Alþingi. Mér finnst þetta að vera orðið svolítið búbluhópur, svolítið forréttindahópur meir og minna. Eins og má halda fram bara marga og aðra opinbera starfsmenn. Eru þið svolítið ein og vinalaus þið sem til dæmis viljið bæta hag öryrkja og aldraðra sem ekki hafa það gott og sjúkra og undirsettra? Já, ég myndi segja það nema svona þegar ákveðum mál kom upp og ég verð bara að segja alveg svo að þessi ríkisstjórn sem núna hefur búin að vera 6,5 ár við völd, hún bara og hefur reynst skelfileg fyrir þá verðsettu í þjóðfélagi okkar vegna þess að þeir hafa ekki bækjör þeirra, þeir segjast að bækjör þeir svo þegar verið að hæla sig á því að það hefur aldrei aukist eins mikið greiðslur úr lífeyrissjóðum og þá aldrei talað að fyrst þetta skattað 37-40%, síðan þetta skert 45% og síðan hefur þetta áhrif á alls konar aðrar bætur, ég kalla þetta keðjuverkandi bætur allt kerfið. Við erum með ótrúlega mannvonskulegt kerfi sem í gangi núna og þetta það bara svo vond að maður það tekur bara út og ég var í þessu kerfi í nær 30 ár. Það ekkert gleðilegt sumar hjá öllum á morgun? Alveg langt því frá, Það að vera í þessu kerfi að þú ert einhvern veginn lamin niður. Við erum að bara sjá til dæmis bara núna á örstuttum tíma þegar verðbólga fór á stað og húsnæðismarkaðurinn rauk upp. Ég að hafa samband, fólk að hafa samband með og sýnir bara hreinlega leggur á borðið. Ég með 320.000 krónur útborgað. Ég var með 260.000 krónur leigu. Nú hún komin í 320.000. Hvað ég að gera? Það komin í sömu upp og viðkomandi fær. Og þetta fólk með verðtryggð lán sem mögulega. Já. En ekki óverðtryggð. Já. Og síðan á sama tíma þá kemur ríkisstjórnin og segir eins og bara í síðustu fjárlögum, við ætlum að hækka einkarekna fjölmiðla, hvað var ekki, 10,6 eða 7%. Við ætlum að hækka hina þessa samkvæmt vísitölu og ég byrju stoppum að segja, hvernig getur það verið 10,6% hjá þeim en 4,9% hækkun hjá almannatryggingarnar. Þetta sem alveg, þetta sama á vísitala, þá er það neysluvísitala og launavísitala og þeir bara leika sér að því að hlaupa á milli til þess að ná þessum hópum niður. Svo segir að þeir hafa þingið nákvæmlega sama á allir aðrir. Eins og ég benti á áðan, eldri borgarar hafa ekki krónu aukalega frá þessari ríkisstjórn. Ekki eins og við náðum út að 63 krónur skatt og skerðingarlaust jólin fyrir örkjana. Eldri borgarar fengi ekki krónu og það fullt af eldri borgarar sem mjög ítastættir og svo gleymist alltaf að þeir sá hópur sem verst settu hópurinn eldri borgara sem þeir bústuskerðingum. Þeir fá 10% minna
og ég man að ég barðist með kjáft á klóm gegn þessu og reistist yngri mjóð á sín tíma, en þetta var sett inn og það fannst mér eiginlega merkilegt að vegna kröfu verkalýðshreyfingarinnar. Að þeir hefðu einhvern tentatíf að þeir og að blanda ykkur lífeyrismál menn, ég meina við erum með svona kerfi þar sem við erum alltaf að mismuna og ég skil ekki og það verðist aldrei hætta, það alltaf, þeir finna alltaf einhvern hóp sem þeir vilja mismuna og við erum að taka eftir þessu núna sem eitt alvarlegasta sem ég núna búin að sjá undanfarið, hvernig að taka á Grindavíkurmálunum. Það fullt af fólki að verða fyrir þvílíkum mismunum og fólk ennþá í hjólísum eldri borgara, síðan kemur eldri borgari, hann settur í verbúð og þegar hann á hendunum þar út þá segir hann, ég verð bara að fara heim í Grindavík, ég meina, það algjörlega þeir með niður því öllu svona. Og upplifur þetta sem hluta ásari forréttinda búblu hugsun ríkjandi stjórnmálamanna á Íslandi? Já, þú sér það þegar þetta kerfi til með, sjáðu til með sem ég var bara að koma að fundi við velferðarnefndar, þar sem við verðum að taka endurskoðun almannatryggingakerfi varðandi öryrkja. Í morgun? Já, í morgun. Og hverjir sem búið þetta til? Full heilbrigt fólk og lögfræðingaræðir í ráðuneytum hana sem hefur ekki hugmynduna hvernig að vera í þessu kerfi og síðan þeir bara steinhissa að þeir gera alla brjálaða með því að setja inn alls konar gildur hér og þar. Sko, þetta er bara stór hættulegt að vera að henda út í svona hlutum og þeir, sko, svo segir, heyrðu, við vorum í samstarfi við örkibandalagið og þorskálp og alla þess að kalla. Þeir voru ekkert í samstarfið það, þeir voru í samtali við þá. Þeir komu og kynntu hvað það var að gera, en tókur eitthvað tillit til þessu félagssöðu? Nei, letur þá fá frumvarpi áður til þess að fara í gegnuna áður en skelltu inn á þing. Þeir settu í gáttina, svo settu í bendin og tók ekki tillitin eins en eins. Svona vinnubröð. Þið ykkar sem að detta inn í miðjan þátt, kannski útvarpinu, ágætt að minna á það að þetta liðurinn þingið við Rauðaborðið á Samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér hafa verið 3 þingmenn í þættinu til þessa og það mögulega vona á fleirum, allavega einum framsóknarþingmanni, en við mögum eftir að sjá til hvort hann skila sér eða ekki. Guðmundur Ingi frá Flokki Fólksins, Þórhildur Sunna frá Pírötum eru hér og Sigmar Guðmundsson var að kveðja frá Viðreisn. En Þórhildur Sunna, þetta sem Guðmundur segir, þetta spyr spurninga áherslur og jöfnuð og hvað stjórnmálamenn setja svolítið á oddinn núna, hver þín skoðun? Ég finnst fullmikil einföldun að tala um að Flokkur Fólksins sé eini í þessu. Við höfum líka verið ötulir talsmenn, jaðarsettra hópa í samfélaginu og líka öryrkja og aldraða. Björn Leví, kollegi minn, hefur til dæmis verið að berjast fyrir því árum saman að öryrkjabætur og ellilífeyrir taki hækkun samkvæmt vísitölu og hefur oft lagt fram breytingatillögur þess efnis og að vinna þetta inn í nefndum þingsins og svo framvegis. Halldóra Mogensen, þegar hún var formaður velferðarnefndar, lagði gríðarlega mikið af mörkum til þess að notandastýrð persónuleg aðstoð yrði einhvers virði og væri ekki bara eitthvað loforð á blaði, heldur væri konkrétt úrræði. Hún orðin að veruleika. Já, hún það en sko það sem að við höfum líka verið að berjast fyrir, gríðarlega miklu máli, hefur verið að berjast fyrir því að þessi kvóti sem settur á mannréttindi fatlaðs fólks muni hækka og við höfum líka alltaf bara talað fyrir því að hann verði afnuminn, það á ekki að setja kvóta á mannréttindi fólks. Ég hef nálgast þetta út frá kannski aðeins annarri átt sem snýr að sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs fólks og rétti þeirra til þess að ákveða sín eigin örlög vegna þess að við erum alltaf duglega að svipta fatlað fólk lögræði sem að á lögfræðísku er kallað lögformlegt hæfi og gengur út á það að fólk sem er álitið vera með einhvers konar alvarlegar geðraskanir eða þá einhvers konar þroskaskerðingar sem gerir þeim erfiðara fyrir með að taka ákvarðanir heldur en kannski gengur og gerist, að það er bara einfaldara að svipta að lögræðinu heldur en að gefa stuðning við ákvarðanatöku, þannig að það sem ég verið að berjast fyrir alveg frá því ég byrjaði mín fyrsta ræða á Alþingi, jómfrúarræða mín, snerið að því að það þyrfti að breyta lögræðislögunum vegna þess að þau mismunuðu fólki á grundvelli fötlunar, vegna þess að þau voru ólög sem að ætti að afnema. Og ég fekk í gegn þingsályktun sem að gekk út á að við fengjum þingnefnd, þverpólitíska þingnefnd sem að myndi breyta þessum lögum. Sú nefnd fekk aldrei stuðning nei fjármagn til að gera nokkuð skapaðan hlut í raun, nema bara eitthvað svona smá hér og þar, þannig að því miður að þá
má segja að helst afrek þeirra nefndar hafa verið að sparka nógu duglega í dómsmálaráðuneyti til þess að þið komi nýja löggjöf og hún auðvitað byggð á þessari úreltu hugmyndafræði sem ekki í takti við samningssamnið þjóðanum réttindi fatlaðs fólks sem við höfum einnig barist öttulega fyrir að verði lögfest. Þannig að ég alveg sammála að Flokkur fólksins hefur verið gríðarlega öflugur talsmaður fatlaðs fólks, en það höfum við líka verið. Ásamt í að tala fyrir réttindum hópa sem að eiga sér mjög fáa málsvara á Íslandi og þá erum við að tala til dæmis réttindi fanga, réttindi barna í ofbeldissamböndum, réttindi kvenna í ofbeldissamböndum og ýmissa annara jaðarsettra hópa eins og hinsegin fólks og vímuefnanotenda sem að er ekkert endilega vinsæl umræðuefni en mjög nauðsynlegt að halda á lofti vegna þess að einmitt út af því að þetta ekki vinsæl umræðuefni þá verða þau oft utangátt á útundan og auðvitað flóttamenn eru hérna gott dæmi líka sem að eru jaðarsettasti hópurinn í samfélaginu mætti að halda fram auðveldlega með við hversu duglegir þingmenn eru að tala þennan viðkoma hóp niður. Þú notaðir orðið lögfræðísku. Já, þetta bara eitthvað nýrið hjá mér. Já, en ég átta mig á því að hugurinn á bak við það er sennilega að ég átta mig ekkert á því en það er tilgáta hjá mér að hugurinn á bak við það orðalag hjá þér sé að það vanti meiri mennsku og það vanti minna af kerfistali og því öllu eða er ég á villigutum? Nei, ég var nú bara að útskýra faglega heitið yfir og svo hefði ég ætti að koma að láta skilgreininguna fylgja vegna þess að mér er alveg mikilvægt að fólk viti hvað er rætt. Lögformlegt hæfi, það er í raun rétturinn til þess að nýta sér réttindi sín. Og þar að leiðandi hef ég kallað þetta rétt allra réttinda vegna þess að ef þú hefur ekki réttin til þess að nýta þér réttindi þín, þá eru þau til einskis. Ja. Og þegar þú sviptir lögformlegu hæfi, lögræði eins og við kallum þetta hér, að þá mátt ekki lengur taka ákvarðanir þitt eigi líf, af því það er einhver búin að ákveða að þú sest ekki þess bær. Og þá ertu settur í þar stöðu að það er aðili sem er skipaður til þess að taka ákvarðanir fyrir þína hönd, byggt á því sem sá aðili telur þér vera fyrir bestu. Og þetta er það sem er andstætt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem segir fyrir að fatlað fólk eigi rétt á aðlögun, eigi rétt á að samfélagi aðlagi sig að þeim þannig að þau geti tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra og þar að leiðandi ef þú átt erfitt með að taka ákvarðanir í daglegu lífi að þá gefa þér aðgang að aðstoð til þess að taka ákvarðanir. En þessi aðstoð, hún á ekki að vera boð og bönn og ákvarðanir tekna fyrir þig, heldur aðstoð við að taka ákvarðanir sem byggðar á besta mögulega vilja hins fatlaða einstaklings. Ja. Og þetta er eitthvað sem við erum bara ekki að nálgast með neinum raunhæfum hætti. Nú höfum við úrræði sem heitir persónulegi talsmenn fatlaðs fólks. En það er ólaunað og það er þá aðgengilegt þeim sem að hafa bakland, þeim sem eiga ættingja eða vini sem eru tilbúin að taka að sér ólauna vinnu til þess að aðstoða við að geta að lifa sjálfstæðu lífi og það er líka mikið jafnréttismál í ljósi þess að þetta eru alla jafna konur og við erum með eina hæstu umönnuna byrði í Evrópu, það er önnur lögfræðíska sem gengur út af bara hversu hátt hlutfall samfélagsins er með það verkefni að sinna alvarlega veikum eða fötluðum einstaklingum í sinni nærfjölskyldu og það er 9-10% hérna á Íslandi, það er gríðarlega hátt, þetta er hæsta hlutfall í Evrópu. Ég meina þetta er allt að stóru leyti konur þannig að þetta er líka mikið jafnréttismála að þetta er allt ólaunu vinna. En þetta er svolítið skrítið ef við fyrir bara að horfa á þetta hvað við tölum mikið og hvað við leggjum mikið fram málefni fatlafólks og þá sem þurfa að hjálpa að halda en það eins og kjörorðið ekkert okkur án okkar þetta tal fer aldrei fram og við getum bara að sé hverslega rugl er í gangi í þessu samfélag okkar að við erum með 154 einstaklinga inn á hjúkrunarheimilum sem eru undir 67 ára niður fertugt og á sama tíma er þeir að taka plás á hjúkrunarheimilum það sem eru yfir 100 inn á spítala sem eiga að komast. Og þessi tveir hópar get ekki blandast saman. Nei, þetta bara gengur ekki upp. Þetta er bara mannréttindabrof. Eins og ég sagði á Alþingi, hafði engin alþingismaður verið þessar aðstöðu að vera inn á hjúkrunarheimili fertugur. Það myndi engin vilja lendi þessu, en þeir gera ekki. Þeir bara yfti átt að segja, nú setjum við bara nefnd og skoðum þetta, en það breytist ekkert. Og þetta er þetta grafalvarlegt mál og ég tek undir með
að hérna að sambandi við erum búin að leggja því það fyrir nákvæmst 100 þingmál fram og að þeim 70-80% var það eldri borgar öryrkja og einhver flokkur sem hefur viljað vera á sumum málum þá var það Píratar og þeim alveg eiga það og við höfum haft bara mjög góð samstarf við Pírata á þingi. En á sama tíma og ástandið svona eins og þið nefnið þá voru til nægir peningar til þess að bæta við ráðherrum þegar þessi ríkisstjórn framlengdi líftíma sinn með því að bætt var við fjölda ráðherra mjög kostnaðarsama breytingar á stjórnkerfinu og ekkert ráðuneytunum og ekkert endilega til bóta það er ekkert sjálfgefið að svo sé og mér langar núna aðeins að víkja umræðinni svona síðustu 10 mínúturnar sem við höfum að lýðræðis halla þið heyrðuð allavega í nokkuð sem að þú hefur heyrt í Katrínu Oddsdóttur sem flutti mikla eldmessu í sunnudagsþætti þeirra bræðra hér á Samstöðinni síðastliðinn sunnudag Sigurjóns og Gunnar Smára þar sem að hún fór yfir hryllinginn líkum að segja vestur á fjörðum þar sem að hún lýsti getuleysi opinbera stofnunna til þess að gera eitthvað þegar norskir auðmenn koma hér inn í landið byrja að framkvæma án leyfis og stofnunna segja já það er ekki hægt að stoppa ykkur af því að þið eruð búnir að hefja framkvæmdir og svo endur þetta í einhverjum sektum og þetta eiginlega bara svo steikt að maður átti vona á því að lobbyistarnir myndu svara þessu af hörku næstu 24 klukkutímana það verður enginn sagt orð þetta virðist bara allt vera satt og rétt ég fékk til dæmis Hauk Arnþórsson stjórnsýslufræðing til þess að bregðast við þessu áliti Katrínar sem er meira en álit þetta er rannsókn, hún er búin að fara og tala við fólk hjá opinberu stofnunum og þetta ber með sér vísindaleg vinnubrögð af hennar hálfu sem er ómótmælt og við Haukur erum að ræða hér málin fyrir nokkrum dögum og þá talar hann það að þöggunarmúrin og sem sagt hans narratíf þannig að atvinnurekanda valdið sé orðið svo mikið í pólitík, íslenskri pólitík að það hafi svo mikil áhrif á stjórnmálin sem aftur hafi svo mikil áhrif á opinberar stofnanir að við setjum upp með gagnslaust samfélag og svona erkidæmi þetta að mati stjórnsýslufræðingsins sem er doktor í sínum fræðum og ætti að vita hvað hann er að segja er að meistaranemar við Háskóla Íslands séu steinhættir að skrifa gagnrýnar ritgerðir rannsóknarspurningarnar séu ekki einu sinni gagnrýnar lengur vegna þess að sá sem ætla sér núna í íslenska menntakerfinu á vegum Háskóla Íslands að vinna rannsókn sem sýnir gæti leitt á sér gagnrýni á íslenska stjórnsýslu hann muni ekki fá neina vinnu og ég veit ekki ef þetta er svona hvert við erum komin en ég þarf að kasta þessu fram Gunnar Smári, svo ég vitni nú aftur til hans talaði gjörspillt alþingi í færslu á Facebook í gærkvöld og skortur á trausti hjá almenningi gagnvart hinu þessu nánast öllu hann er alvarlegt vandamál ég held að séu flestir í ákveðinni krísu með atkvæðið sitt hvort sem að verður kosið í haust eða að ári en þessi lýðræðishalli og ofurvald atvinnurekanda í íslensku samfélagi ef þetta er ekki umræðefni þá veit ég ekki hvað Þórhildur Sunna Já, sko í fyrsta lagi þá vil ég ekki halda því fram að við séum gagnslaust samfélag og að alþingi sé gjörspillt og ástæðan fyrir því er einföld. Það er hættulegt fyrir okkur sem að viljum sjá breytingar á íslensku samfélagi að láta eins og þær séu ómögulegar eins og þessi sami rassinn undir okkur öllum að alþingi. Þetta er hluti af markvissri þetta gagnast Bjarna Benediktssyni og vinum hans íhaldsmegin sem hafa gaggjast grafið undan trausti í áraraðir að fólk sé samfært að það skipti engu máli hvert þú kjósir, þú fáir alltaf sömu spiltu niðurstöðuna vegna þess að það dregur máttinn
og baráttuviljan úr þeim sem að vilja breytingar á samfélaginu. Þeir fara að trúa því að það skipta engum máli hvert þeirra framlaga þeir fara að trúa því að það skipta engum máli að mæta á kjörstað. Og populistandi blómstra í slíku vantrausti. Íhaldsfólki, það mætir á kjörstað burt sér frá því hversu hátt vantraustið er orðið. Vegna þess að þau vita þeirra atkvæði skipti máli og þeirra atkvæði skila sér í hús. Þannig að það er hluti af ægivaldi íhaldsins að viðhalda þessari narratífu að það skipti engum máli hvern þú kýst vegna þess að þú fáir alltaf sömu niðurstöðuna og það að VG hafi farið í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum gerði heilmargt til þess að ýta undir þessa skoðun líka. Ég vil ekki láta það ósagt vegna þess að það er þannig. Fólk trúði því að þarna væri svar við Sjálfstæðisflokknum og það fékk samt sem áður Sjálfstæðisflokkin upp úr kjörkassunum þegar það greiddi atkvæði til VG. Þetta hefur auðvitað ýtt undir vantraust og það er alveg ástæða til þess að hafa vantraust í garð stjórnvalda sem eru búin að ganga íslenska stjórnarráðið eins og skiptimarka fyrir notu föt, eins og sína eigin einkaeign sem enginn eigi að skipta sér að nema 4 ára fresti hvernig sé ráðstafað. Þessi framkoma, þessi valdhroki og þetta virðingaleysi gagnvart í valdið sem að fólki hefur verið falið, það er til þess fallið að grafindan trausti og það er ekkert skrítið að það sé vantraust gagnvart ríkisstjórninni. En ég held að það sé mjög mikilvægt að halda því á lofti samt sem áður að það eru öll sem að vilja breyta hlutunum. Það er erfitt, það mun kosta tíma og þolinmæði og það þarf allar hendur upp á dekk til þess að gera það. Ég skil hvað þú ert að segja fyrir aðeins áður en ég hleypi þér að. Ég skil hvað þú ert að segja, en sérstaklega þetta með atvinnurekanda valdið. Já, varðandi það, sko, ég þyrfti nú að, ég get tekið undir að það er ákveðið vandamál í fræðiheiminum hvað fólk er orðið smeygt við að tjá sig gagnrýni stjórnvöld. Við höfum séð kannanir þar sem að svona það byrð þriðjungur allar fræðimanna viðurkennir að þau veigri sig við að tala opinberlega pólitískt umdeild mál vegna þess að þau óttast afleiðingar. Þetta er fólk sem vinnur hjá háskólanum og svo framvegis. Ég get ekki tjáð mig það hvort að hvernig rannsóknarspurningar hjá meistarsnemum eru vegna þess að ég bara hef ekki skoðað það. Ég veit ekki til þess að það sé búið að sýna fram á þetta með einhverjum hætti. En það er alveg rétt að það er ákveðin það er ákveðin lýðræðisógn á Íslandi sem að við höfum alveg upplifað í Pírötum að það hefur verið mjög erfitt fyrir okkur að trekkja á fundi til dæmis út á landi og við höfum alveg heyrt frá fólki eftir á að það hefði gjarnan vilja koma, það væri hrætt við að koma þegar það vildi ekki sjást á fundi með okkur. Það er toxic. Já, það er bara hrætt við að það geti mist vinnuna ef að sjást á fundi með okkur, sko. Og ég meina þetta er ákveðin ægivald, þetta er ákveðin ógn við atvinnuöryggi sem eru auðvitað svona formpólitískrar kúgunar og Bjarni Benediktsson þegar að hann tegir út fyrir landsteinana til þess að koma í veg fyrir að gagnrýnandi sinn fái ritstjórastöðu í fræðiriti, þetta sýnir hvað Sjálfstæðisflokkurinn ber litla virðingu fyrir borgararéttindum. Þetta sýnir hvað er mikið fals að hann standi fyrir borgararéttindi og sé borgaralegu flokku vegna þess að hann ber ekki virðingu fyrir fjölmiðlafrelsi, hann ber ekki virðingu fyrir fræði, akademísku frelsi og hann ber ekki virðingu fyrir tjáningafrelsinu heldur. Og þetta er auðvitað okkar grunn borgaralegu gildi sem að skipta ótrúlega miklu máli til þess að vera í lýðræðislegu samfélagi. Bjarni starfar í umboði atvinnurekenda og fjármagnseigenda. Já, og ég held að eina leiðin til þess að fella hann af þeim stóli er að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum í að minnstakosti 2 kjörtímabil og þá missa þessi hagsmunaöfl mögulega áhugan á Sjálfstæðisflokknum sem sínum fulltrúa og það gæti minnka hans ægivald í íslensku samfélagi. Það er ekki þar með sagt að við séum lausu lobbyistana eða vandamálun sem að við erum að díla við. En til þess þarf þolinmæði, til þess þarf allir på dekk og til þess þurfum við að útrýma þessum hugsunarhætti að þetta sé bara glatað og það séu allir glataðir og þetta með að tala alltaf um alþingi sem eina heild. Þetta truflar mig ekki bara því að ég er einhvern veginn rosa hörundsárga hvort því að fólk sé að kenna mig við einhverja hluti sem að ég tók ekki þátt í og var barðist jafnvel hart á móti, heldur líka bara vegna þess að þetta býr til svo mikið vonleysist ástand sem að einmitt letur fólk frá því að taka þátt, letur fólk frá því að berjast fyrir breytingum, letur fólk frá því að velja rétt í kjörkössum. Ég sem er að segja alveg svo er að það sem er búið að vera að í okkar þarna sjófélagi er
flokkakerfið. Þessi fjórflokkur sem hefur verið við völd hérna til skiptis alveg alla tíð og við sjáum það bara með þessar þriggjarflokkastjórn núna og það sem Framsókn komst bara inn með það er bara best að kjósa Framsókn með enga stefnu eða nokkuð skapalöð nema verja það sem þeir eru búin að byggja upp. Það er búin að byggja upp þetta hérna þjóðfélag af fjórflokknum og þeir ríkari verða ríkari og þeir hafa alltaf meira með völd og meðan þessi fjórflokkur er í þessa stöð þá bara verður þetta svona og ég sé ekki fram á næstu kosningar að verða allt óbreytt þannig að ég sé ekki annað en til með Samfylkingin þegar hún vinnur stór sigur þá fer hún sæng með Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum þannig að þeir passa sig að vera alltaf þessi flokkar að halda völdum og halda öllu óbreyttu. Kjósendur velja þá? Já, og síðan er þessu sem við skoðum svo fjármagnseigundur að vera ríkar og ríkari og það má aldrei eiga neitt við til fjármagnseigundur, þeir bara borga 22% skatt búið, á sama tíma ertu kannski með fátækan einstakling, hann á að borga 22% skatt að sínum fjármagnseigjum pluss skerðingar, og við komandi eins og við erum með hérna þessa forríku lið sem er vaða í peningum í fjármagnseigunum, þeir borgið sér rúsar. Ég meina, hversa samfélag erum við búin að byggja upp og það verður að verja þetta aftur og aftur og ég meina, ef við viljum breyta þessu, þá er það kjósendur hann úti sem geta breyta þessu. Eða því að hætta að kjósa alltaf þessa sömu flokka til valda. Já. Þessi þáttur reyndist eins og mig grunaði upp af allt öðruvíseldur en vikan hjá Gísla Martini. En eru þið ekki bara hress og og svona fyrir utan harðærið í pólitíkinni leggst ekki sumari vel í ykkur? Ég er afskaplega spennt fyrir því. Sumadagur fyrst á morgun og spáð 12 stiga hiti og sól. Já. Ég get ekki beðið eftir að koma betra veður, það verður gegn. Það er bara komið. Það var svolítið kaldur kapli en eiginlega enn meira frost að mörguleiti í pólitíkinni. Ég myndi kalla þetta sjóðheitt, það er búið að gjósa bara reglulega þarna hjá þeim, það er búið að vera dramakast svona jafn oft og það er búið að gjósa hjá okkur í vetur. En viltu spá fyrir hverju verður forseti, Guðmundur Ingi? Því það er nú næsti samfélagsleikur. Ég letti þarna í kjördæmavikunni og lengi á undan bæði og þar og eftir að það var alltaf verið að spurja mig að því hvort að Katrín Jakobs ætlaði í framboð. Þannig að enda með ég gæti ekki svarað svo ég bara spurði það mig sjálf í óundirbúinni fyrirspurnatíma. Og þá uppgötaði ég það að hún ætlaði sér framboð. Hún svaraði það óskýrt. Það varst þú sem spurði. Og ég vona að ég ekki komið einhverju hringingar á staðinn, ég veit ekki hvað, en eins og mér horfið við forsetaembætti og það sem hefur verið fundið að málskotsréttu og öllu, það er bara pólitíkinni sjálf að kenna, við áttum að vera löngu búin að gera eitthvað í þessum málum. Við erum með stjórnarskrá frá konungnum, danska konungnum en þá óbreytta og við erum ekki geta, en það er kannski ekki geta heldur fjórflokkurinn við ekki vilja breyta einu. Þess vegna erum við í þessari aðstöðu og við neyðast nú til að breyta og það verður að fara að breyta þessu. Það komið lungu tíma og ég vona það takist en ég bara óska öllum góðs gengis í forsetakosningunum og ég ætla bara að fylgjast með. Þú vilt einhver spá? Ég vil ekki spá, ég sé ekki góður spámaður en mér sýnir stefna í þarna 4 frambjóður sem við munu standa uppi og hver verður forsetinn nú, ég bara treysti þjóðin til að velja það. Vinur minn hringdi í mig, hann er í bændaferð Hollandi held ég. Og þetta er svona hópur sem er búin að vera nokkra daga á ferð og upphafi ferðar þá var þetta þannig að það var alltaf öll kvöld þegar borðaðar kvöldverður þá var öll kvöld mikil umræða forsetakosningarnar, hvort sem þú Íslendingur í útlöndum eða hér þá er þetta svolítið málana, það er talað mest spennandi kosningar í áratugi og maður veit ekkert hvernig það fer nema það að hann segir að fyrstu kvöldin hafa allt svona mjög opið en núna segir þessi hópur búin að tala sér niður og það að hópurinn ætla að kjósa Höllu, Hrund, Logadóttur, bændaferð í Hollandi. Ég veit ekki hvort það verður fórspóð þessi komast. Er búið að spyrja þá á Tenerife og Kanari? Mér finnst þetta allt bara frambærilegir frambjóðendur en mér er svolítið svona leiðilegt að sjá einhvern veginn umræðina, við náttúrulega verðum líka vitni að þessu á þingi, það eru svona ákveðnir vinsæll en aðrir og kalla fram meiri smellheldur en aðrir þannig að það er mjög ójafn umfjöllun. Já. Og maður hefur svona tekið eftir því að forsetaframbjóðendur fá alls ekki jafnt viðtöl
hvað þeir snúast og svona, ég meina samstöðun undantekning því að til dæmis tekið viðtal við Helgu Þórisdóttur sem að ég held að hafa ýmislegt fram að færa líka og Steinunn Ólína á henni og komist í pallborðið en ég meina bara þetta að hafa aðgengi af fjölmiðlum í áttum að því að 87 manns það kannski, en þú veist, þeir sem að minnsta hvort að mælast, ég veit það ekki, þarf ekki ég hugsa oft þetta sko, hvað Það voru líka mjög forvitnilegt sko Clemens Rúf stendur fyrir, kvöldu fyrir kjördag að Þau þurfa bara að bjóða þetta. Ég heyrði í Rúf, ég hringdi í Stíg Helgason sem yfir kosningavefnum og kosningavinnunni og þau búa sig undir það að þurfa að hólfa af síðasta kvöldið að sem sagt þeir sem að mælast með mest fylgi verði sér og svo verður til eitthvað sem við getum kannski kallað aðra deild eitthvað svoleiðis. Ég ekki viss að þeir geti splittað þessu þannig en jú, kannski. Þannig vita hversu margir ná að safna. Þau geta það sko, þau hafa hreinlega fengið brýningu frá ÖSE, sagði Stígur að það væri ekki gott lýðræði og ekki góð leiðsögn fyrir almenning að 20 frambjóðendur séu í einu daginn fyrir kjördag og hver þeirra segir 2 málsgreinar. Þannig að sko Já, en ég að meina að skipta þeim í sko eftir fylgi. Já, þú meinar að það að vera random eða? Já, eða einhvern veginn ekki endilega, þú veist, eftir fylgi sko. En já, við á samstöðinni reynum að sinna til dæmis biskupskostningunni. Já, ég tók eftir því líka. Sýnt vel og reynum að láta eitt yfir alla ganga. Ég reyndi líka að fá fulltrúa stjórnarhandstöðunar til þess að taka þátt í þessu spjalli Þú meinar ríkisstjórnarina? Já, ég meina það. Síðasta vetrardag. En það var engi skilað sér í hús og þættinum lokið. En kærar þakkir fyrir komuna Guðmundur Ingi og Þórhildur Sunna og ég óska ykkur gleðilegs sumars. Takk fyrir okkur. Takk. Og með það förum við yfir í aðra sálma. Takk líka áhorfendur fyrir samveruna í vetur og Gunnar Smári væntanlega tekur nú við. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það síðasti vetrardagur í dag, þannig að kannski köllum við það sem við ætlum að gera núna, svona yfirferði yfir stjórnmálinn og í lok vetrar. Er það ekki ágætt, Eiríkur Bergmann? Jú, heldur betur. Það tímamót, vetur búinn. Það alltaf tímamót maður. Já, það nú óvenju spennandi svona í pólitíkinni, að við erum að fá spennandi forsetakosningar. Það kannski ekki, það ekki hægt að fullyrða að það hafi verið að 2016, 1996, kannski 2012 hafi verið spennandi framötti þegar leit út að fóra til Skáka Ólafi. Ekki undir lokin. Nei, það var alveg síðustu 2 vikuna var ljóst hvert það var að stefna. Það hafi ekki verið spennandi forsetakosningar síðan 1980. Já. Fyrir nú. Já. Ég meina, þú veist, kannski stingur ykkur af. Já. Það gæti verið að... Gæti orðið spennandi kosningar. Og svo náttúrulega tengjast forsetakosningarnar meira pólitíkin heldur en áður hefur verið. Það er náttúrulega það að Katrín sé þarna kosningarnar gætu snúist pólitíska arfleiðinnar sem náttúrulega tímabil sem að spannar eiginlega öll eftirhrunsárin. Jú. Ég held að þessar kosningar geri það nú samt ekki, sko. En jú, þú svo arfleið að sjálfsögðu í bakgrunni og hún ekki... Þetta ekki alveg úr tengslum við hennar pólitísku arfleið en þetta, ég held að frambóð hennar mun ekki snúast það. Ekki frambóð hennar en kannski verður áherslur annarra. Hún fremst núna svona í öllu konunni nema hjá prósent sem einhvern ástæðum fær aðra niðurstöðuna. Prósent einhver outlier í þessum mælingum sem ég skil ekki alveg. Nei. Ég segi það sama, ég fylgst mikið með skonakonunum og ég aldrei trúaði almennilega. Og ekki bara núna, heldur bara í gennum tíðina þegar ég mæla flokka, þá ég vil alltaf skjön við alla hérna. Ég held nú að rankurinn í þessu sé að Gallup hafi svona mestu reynsluna og sé treyst best, en Maskína líka komið öflugt teymi sem kann til verka. Þetta veit ég
en ég veit ekki gæði annara. Oft maskína betri vegna þess að Gallup alltaf að senda frá sér kannanir þessum flokkana sem teknar yfir langt tímabil sem eru eiginlega svona meðaltalsmælingar. Þess vegna eru oft skemmtilegra að sjá svona sveiflur sérstaklega við ykkur tíðindi verið þegar maskína birtir. Já, svo þú manst það núna líka að defa undir fórustu Jónasar Kristjánssonar sem að menn töldu nú ekkert vera með sérstaklega vísindalega aðferð, virðist að tekið símaskrána og skiptan í tvennt og tekið út úrtak annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar á landsbyggðinni. Það voru oft glettilega nálægt Ég vann við þetta. Það var Haukur Helgason, aðstoðarritstjóri sem sáum þetta. Og þá sátum við saman yfir þessu og reiknuðum á svona stór svona bókhaldsblöð ég veit ekki hvað það var, svona hálfgræn og hann inn í herbygginu hjá honum, hann reykti linnulust inn í herbygginu og drap í sígarettunni og tegði sér strax yfir í næstu og hann var búin að rífa allt ofan af pakkanum til þess að ná inn í það og kveikti henni og ég spurði hann svona, Haukur, akkur kveikir ekki bara í með stubnum? Þá myndi ég reykja meira. Já, þá var hann farin að keðjureykja, með þessu var hann ekki keðjureykja. Þegar við vorum búinir að reikna þetta, að þá var maður bara orðin farin að gráta, að það var svo mikil reykur inn í herbygginu og þegar fólk opnaði þá bara skellti hörðinni. En út úr þessu herbyggi komu glettilega góða kannanir. Þannig að það er svo sem hægt að gera þetta með einsum, en þetta er náttúrulega það var samfélagi einsleitara. Miklu einsleitara. Ég held að það sé ekki hægt að gera þetta núna. Og svo er þetta stýst vigtunina varðandi gagnvart svörunum. Það er við þekkjum auðvitað þá skekkju sem að verður varðandi hverju mæta og kjörstað og allt það, en það er svarenda skekkjan sem að þarf að vigta rétt og til þess að geta vigtað hana rétt þá þarftu að skilja viðfangsefnið þetta upp á hár. Já. Og það eru allir í heiminum að þessu. Þetta kom alveg bylgja eftir Sigurður Trump og Brexit og fleira. Það sem að stórskona fyrirtæki mátu það bara að það væri einhverju alvarleg skekkja í því hvernig við höfum með þetta og allir fóru að reyna að vigta upp á nýtt og íslensku maskína og Gallup hefur örugglega tekið þátt í og hugsun. Þeir hafa náð því en til þess að geta það þá þarf það að skilja hvernig þetta vigta hverju eina spurningu. Og þá þarfst að þekkja þýðið eitt fjandi vel til þess að geta gert það og það er munur á milli þessara tveggja að þau erum að tala um þetta til dæmis held ég að viðris yfirleitt alltaf hærri í maskínu heldur en í Gallup þannig að getur bent til þess að hópurinn er bara öðruvísi samsettur eða eitthvað en það er svona ákveðin svona tilneiging sem að maður sér netpanelar og svo þess hverjir er að svara og allt þetta þetta er til dæmis menn hafa verið að vigta allir, veit ég, eftir kyni og aldri, en í mörgum svörum er það menntunar hlutfall sem að skipti bara meira máli, varðandi í hverju það nærð. Og og ég held að það sé til dæmis það sem geti verið að gerast núna í þessum. En við höfum ekki séð það í síðustu kosningum, við höfum bara að það er íslensku könnunarfyrirtækin eru svona meira og minna á réttu trakki. Já, þeir hafa verið það. Það er ekki tilefni til þess að hafna skoðanakönnunum eða það sé eitthvað óljóst þar á bakvið, það er það ekki. Nei, þetta er alveg vísindi. En auðvitað breytast aðstæður og stundum lenda þeir í því að þurfa að leiðrétta sig og það er eitthvað tímabil sem að er ekki nákvæm eins og 2016. En svo náðu nú fljótt vopnu sínum yfirleitt. 2016 áttu við Höllu sem að... Nei, bara við alþjóðlega. Þeir mistu bæði af Trump og Brexit og fleiri Herðu, síðan hafa verið annað sem hefur, því að það er forstakostingarnar og við vorum að fá núna í gær könnun fylgi flokkana hjá maskínu, þess að kemur ljós að VG er með 5%. Framsóknarflokkurinn er búin að tapa 40% af sínu kjósutum, er svona ívið skárri heldur en hefur verið undanfarið, Sjálfstæðisflokkurinn bara í sínu lægsta bletti. Ríkisstjórnin að leggja af stað eftir brottför Katrínar mjög veik. Hafði verið gerað kannanir sem að sýndu að meðbyrinn er eiginlega engin. Það er líklega engin ríkisstjórn sem hefur byrjað á dabrari stað heldur en þessi ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Já. Þetta er náttúrulega ekki ný ríkisstjórn, en ok, formlega nýtráðuniti, Þannig að það verður, það er erfiðara fyrir ríkisstjórn að vera í mótbyr en í meðbyr.
Já, þetta var greining sem að hættir að taka undir, já. Og þú veist þetta sem að siglir. Þú veist þetta sem siglir. Það betra að vera í meðbyr. Já, þannig að þetta svona, einhvern veginn forsetakosningarnar að tengjast líka, hvort sem að það að pólitísk arfleigð Katrínar verði stórt atriði í kosningabaráttunni, að þá tengjast það líka stöðunni í stjórnmálunum. Það svona þetta velta fyrir sér framtíð VG, það þetta velta fyrir sér hverju það breytir fyrir Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum að Bjarni sé forsætisráðherra? Já. Þessi ríkisstjórn auðvitað seinasta snúningi, það búin að vera lengi. Það vita það allir, hvort hann klári kjörtímabilið eins og uppi lagt eða velti á hliðinni einhvern tímann á leiðinni. Það kannski skiptir bara hreinlega ekki öllu mál úr þessu staða málsins svo að þetta veik þessi ríkisstjórn mun ekki halda áfram í þessari samsetningu eftir kosninga, það bara liggur algjörlega fyrir og forystumenn þessara flokka. Ég held að þetta ekki einu sinni til hugar. Fyrsta lagi mundu þau eflaust ekki ná meirihluta aftur og í öðru lagi mundu þau ekki kjósa að vinna saman. Þannig að þessi ríkisstjórn bara klára kjörtímabilið, hvernig svo sem að það mun enda. Það er ekki komið yfirlýsingu eins og síðast að eðlilegasta fyrsta skrefið ef að stjórnin nær meirihluta að hafa leita til samstarfsflokka sinna. Það verður enga slíkar yfirlýsingar næstu. Ég held þetta ekki einu sinni huga að reyna það Ég held ekki. Þetta bara búið spil og enda var þessi ríkisstjórn bara sett á við ákveðnar aðstæður sem við bara gleymum oft. Þeir hafði bara verið óbáslega ólgutíð stjórnmálunum, hver ríkisstjórnin falli og fætur annarri. Bara eftir hretur hrunsins þeir náðu bara svona langt eitthvað inn í þetta 2017 sem að og þá hafði nú enn ríkisstjórnin fallið og þá svona einhver hugmynd við verðum bara að ná þessu saman svona þvert yfir þessi flokkar, klassísku flokkar íhaldsamir og allt þetta við bara tökum höndum saman og ég held að mennum hafi nú ekki einu sinni dottið í huga þetta yrði til lengri tíma heldur en eins kjörtímabils og svo kemur bara COVID og eiginlega COVID sem framlengir lífdaga þessara stjórnar og auðvitað var það þannig að forsenda þess að þessi flokkar gátu náð saman var forysta Katrínar Jakobsdóttur. Vinstri grænir hefðu aldrei farið í þetta samstarf undir forystu formanns Sjálfstæðisflokksins eins og nú núna. Og og Sjálfstæðisflokkurinn hefði aldrei samþykkt að fara í þessa ríkisstjórn undir forystu VG ef það var einhver annar heldur Katrín Jakobsdóttir sem hefði leitt hana. Þannig að þetta þetta bara þær aðstæður sem voru uppi. Núna það er mætti segja að við erum að koma út úr tímabili í íslenskri stjórnmálsögu sem mætti kalla tímabil Katrín Jakobsdóttir. Já, algjörlega. Mér finnst allt í lagi að staldra við þetta tímabil og segja hér var forystumaður sem held þessa ríkisstjórn saman við mjög sérstakar aðstæður bæði sem hún tekur við og heldur áfram og það í eðli sínu það heitir bara að vera farsæll leiðtogi að hafa gert það og skila því búi hvað skoðun sem menn geta síðan haft einhver alltaf skoðunum þetta sé hafi ekki verið góð stjórn eða eitthvað. En hún skilar náttúrulega ekki búinu eins og tók við því. Hún skilar ríkisbúinu. Hún var með VG í 17% og skilar við 5%. Já, ég ekki að tala um það, heldur bara ríkis búskapnum og hún heldur ríkisstjórninni saman. Og núna, en það alveg satt, á sama tíma fellur fylgi VG reyndar töluvert seinna heldur en ég átti vona og ég held að þetta myndi gerast miklu fyrr. Það er COVID sem að kannski COVID framlengir stöðningin en að vinstri grænir séu ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum í 2 kjörtímabil hvernig dettur í huga að það geti farið öðruvísi heldur en að flokkurinn missi nánast allt fylgi sitt það bara en af hverju gerir flokkurinn það? Í þetta skipti er þetta alltaf öðruvísi eins og viðskiptalífinu segja og fara alltaf svo koma kreppu ég held þetta sé bara miklu einfaldara bara völd er á meðan Ég meina, til hvers eru stjórnmálaflokkar? Eru til þess að ná völdum? Já, þau verða að ná völdum til þess að ná fram einhverjum stefnum við. Jú, en ég meina, völdin eru tækið, það er það sem þú þarft að öðlast til þess að koma stefnunni í framkvæmd. Og ég man bara eftir þessu samtalum því ég var hissa svolítið sjálfur út af því að mér fannst þetta blasa við þannig ég fór að spyrja fólk bara í VG og þá voru þetta svörin. Ég meina, til hvers eru við í þessu? Við ætlum ekki að setjast við borðið þegar það býðst og þó svo
að fylgið farið til anskotast, þá verður bara svo að vera, sko. Þú verður bara að takast á við það þegar það kemur. Ég talaði við hann Pétur Árnason hérna, sem að skrifaði sögu Vinstri grænna hérna fyrr í vikunni og hann sagði einmitt að það hefði verið svona tekið á við mótun VG, hvað svona flokkur er þetta? Er þetta andstöðuflokkur svip og enislistin sem að vil vera röddin á þingi til í vonum að geta dregið miðju stjórnmánanna til sín og verið varðhundur og allt þetta, eða er þetta valdaflokkur og það var ofan að þetta er valdaflokkur og flokkurinn náttúrulega búin að vera við völd meir og minna frá hruni, það vantar bara 4 ár. Já, og hérna það er Katrín Jakobsdóttir sem gerir hana ríkisforystu flokki og hérna þannig að hennar bara hluti í Íslandssögunni stór. Já, en af því að þetta er VG sem að vill bæði vera grassrútin vill vera valdaflokkurinn, forystan vill vera valdaflokkur, að þá gerur hún flokkinn að forystuflokki en skilur hann við hann sem engiflokkur. Hún skilur hann eftir, sko, jú, það er ég held að sjá þetta frá ýmsu sjónarhornum og þú getur túlkað þetta henni í hag eða óhag, hvort bara eftir því sem þið langar. Það sem að VG þarf að gera, að mínu viti, er að bara draga einhverja línu í sandinn og segja, ok, þetta verðum við að gera, veist, við þessar aðstæður. Nú eru þessar aðstæður breyttar, þessi ríkisstjórn heldur ekki áfram, Sjálfstæðisflokkurinn er komin með forsætisráðherrastólinn, við ætlum bara að fara í andstöðu við Sjálfstæðisflokkinn og hægrið og byggja okkur upp sem róttækur vinstriflokkur og og bara við ætlum ekki að halda þessu áfram og þess vegna slíta þessu. En vinstri grænir þurfum þetta fyrst að sko velja sér nýjan formann. Og hann er að það kannski svona tefur á hverju er Guðmundur Ingi gagnslaus eða bara það verður að velja formaður verður að vera kosin af félagsmenn sínum, ekki bara varaformaður sem gengur upp? Ég held að það sé sko það er tvennt í þessu. Það er annars vegar þetta sem þú nefnir að það er bara prinsippatriði að það dugir ekki bara, varaformaður tekur við til þess að taka við en svo þarf að kjósa formann og hann þarf að fá bara umboð sem formaður á eigin forsendum. En númer 2 að þá held ég að margir í þessum flokki líti fremur til Svandísar Svavarsdóttur heldur en til Guðmundar Inga með fullri virðingu fyrir honum. Þá held ég að það sé bara svo staðreind blasi einfallega við. Og hún er sko baráttumanneskja af kannski þeirri gerð sem að liggur nær bara arfleið Vinstri grænna aftar í sögunni sko. Þannig gerð af svona baráttumanni, bardagamanni í stjórnmálum. Á nú kannski ekki langt að sækja það til höfðsins en líka fleiri sem að þarna hafa verið og hún fær veiga meira ráðuneytið heldur en nýviðtekni formaður. Það hafa verið svona áhugavert par í stjórnmálum og vinnir svolítið á Tony Blair og Gordon Brown. Gordon Brown var náttúrulega með ræturnar inn í flokknum og kunni flokkin utanaf og var flokkurinn en þegar hann kom svo til valda þegar Tony Blair var farinn, hann var ekki farsæll, þá var hans tími eiginlega liðinn. Hans tími var liðinn, ég held að það væri, ef þú ætlar endurnýja VG þá getur þú alltaf sagt að það er ekki komið tími til fyrir VG að fá bara nýja forystusveit sem er kannski svona 34 til 38 ára gömul. Ég menna þeir geta gert hvað sem er, en ég segi bara þessi leið blasir alveg við mér, ég sé alveg þessa leið að fara bara, sækja bara inn á við, sækja heim, ná í kjarnafylgið, þetta er náttúrulega gríðarlega margt fólk sem bara farið frá stuðningi við flokkin út af samstarfinu við Sjálfstæðisflokkin og vilja bara hafa þennan róttæka harða vinstriflokk, en svo kemur spurningin, er það trúverðugt eftir allt sem undan er gengið? Það er ekkit víst að öllum finnist það. En þetta, ef flokkurinn velur þá leið, að þá þarf svona uppgjör við tímabil Katrínar Jakobsdóttur. Það þarf eitthvað uppgjör við það. Sem að mörgu finnst óþægilegt. Þér finnst það mér svo óþægilegt að tala um það. Nei, mér finnst ekki óþægilegt að tala um það. Mér finnst bara sko, mér finnst bara flokkurinn mér finnst engin mótsögn í því að gera bæði.
með því að segja, ok, hér var ákveðið frávik í sögunni, við urðum að gera þetta og við gerðum það, en við erum ekki þetta, við erum svo litið annað líka, sko. Og nú þurfum við að sækja það, sko. Nú annar tími sem að kalla á aðra taktík og... Já, mér finnst engin, sko, endilega mótsögn liggjaði því, sko. Nei. Ég meina, stjórnmálaflokkar ekki bara einhver hreintrúar samtök, einhverja idealista, sko. Þetta líka, bara pragmatísk nálgun á að reka hér ríkið. Þetta blasir við hjá VFG, erum með 5% í nýjum... Þetta náttúrulega svakalega tölur, það ekki þetta að líta fram hjá því. Og auðvitað það óþægilegt fyrir Katrínu Jakobsdóttur að skilja við flokki. Ég meina, ég ekki að segja að það sé ekki óþægilegt. Og hlýtur að vera döpur þegar hún horfir á það. Já, sjálfsögðu. Og ég meina, það blasir alveg við. En á móti kemur held ég að það hafi verið rétt mat hjá henni bursfröður svo forsetaframbóði að hún væri ekki manneskjan til þess að vinna þetta fylgi tilbaka. Hún yrði að fara frá og rýma fyrir öðrum til þess að taka við. Í yfirlýsingu sinni, þá segir hún það næstu því. Hún segir, þú veist, maður gæti umorða það ef að þú hefði stoppað með þetta á götu og sagði hvað var það sem Katrín sagði, að þá hefði ég sagt að hún sagði eiginlega að hún hefði átt að segja á því bara í vetur, að hún fær ekki lengur, hvorki með flokkinni eða ríkisstjórninni og hún yrði að fara. Já. Þú veist, hún sagði ekki alveg beint, en það eiginlega, sko, hvað þetta var í ræðinu og svona, þetta var eiginlega eina merkingi sem hættur að setja í þetta. Og ég meina, hún ekki skinni skroppin manneskja, hún fattar þetta alveg. Þannig að, sko, auðvelt túlkan í málið Haag, þá segiru Katrín Jakobsdóttir stjórnmálamaður sem skinniði sinn vitnatíma, rýmdi fyrir öðrum og veitti flokknu tækifæri til að byggja sig upp þannig að hún var í farin. Ef þú vilt við túlka þetta í óhag og segir Katrín Jakobsdóttir manneskja sem að skipstjórinn sé stökk frá sökvandi skipi. Og það gallin náttúrulega sá að þetta sami atburðurinn. Ég yfirlýst ekki að hún segi af sér og hún ætli í framboð. Ef þú mútu kljúa þetta á milli, að þá gætu við fjallað afsögnina sem það sem að þú ert að segja hún hafi mögulega verið og þá hún svona gracious. Gallin að þetta eiginlega einhver tvíbaka sem erfitt að ráða í. Af því að ef maður ætlar að túlka afsögnin nóg mikið, þá eins og maður sé að banka niður framboði. Þetta get alveg tekið þetta. Þetta er flókið, sko. En herðu, förum yfir ríkisstjórnarflokkana, það Sjálfstæðisflokkurinn og þú ert að segja að ríkisstjórnin sé búin. Sko, hún búin í þeirri merkingu að hún mun ekki halda áfram, sko. Og það ýmislegt sem að þú heyrt fólk verið að segja það að það sé eitthvað svona samkomulag að slíðra sverðin og bíða og sjá til þangað til að kosið til forseta og þá verður öllu líkjum verður allt vitlaust og hún munir bara springa og verður kosið í haust. Það getur alveg verið. Það ein lína. Önnur lína það sem að raunverulega Bjarni Benediktsson boðar að þau tóku þessi þetta verkefni og það ennþá eftir 1,5 ára kjörtímabilinu og það er bræðilegt að klára það og að sömuleyti finnst mér þegar Bjarni segir þetta að þetta sé hans metnaður. Ég hugsa það. Og þá það spurningin ef það er hugmynd forystu Sjálfstæðisflokksins að þau verða að fara með þetta út kjörtímabilið það ekki þá bara líklegast að það verði? Því að ef að VFG gerir eitthvað uppsteytt að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn einhverja leið á að lagfæra ríkisstjórnina með einhverjum öðrum hætti? Það held ég ekki. Þú heldur að flokkur fólksins og Viðreisn segir bara nei? Hver á að hafa hag af því? Ég veit ekki. Þetta nú líka bara show me the money, sko. Þú sagðir að stjórnmál snýrist völd. Þau snýrast en það er bara svo lítið eftir að tímabilinu til þess að þetta sé einhver raunveruleg völd, sko. Geti ekki flokkur fólksins svo? Þetta tæki fyrir okkar til þess að koma og hafa eitthvað völd skamman tíma því að líkundan á að við verðum hluta næstu ríkisstjórn þegar kosningar ekki miklar. Mér finnst þetta, sko, þetta scenaríu sem þetta leggja upp þetta ekki útilokað. En mér finnst þetta bara vera að færa VFG þá bara, sko, það er bara að vera að leggja upp færi fyrir VFG, sko. Þú veist, þá er VFG með, prinsipfestuna, sko, og reisir fána réttlætisins og eitthvað og þau fá bara miljandi færi á að byggja sig upp þannig að jú ég vil taka fram að það er ekki ég sem er að segja þetta. Nei, ég hef alveg heyrt þetta. Það voru hluti í Sjálfstæðisflokknum sem voru svona aðtuga. Ég meina þeir eitthvað á Viðreisnin og Viðreisn sagði nei. Ég meina þeir flokkur fólksins, miðflokkurinn sko ég sé ekki
ég sé ekkit annað en svo allt og þrönga skammtíma hagsmunni til þess að nokkur geri þetta. Já. Mögulega 4-5 mánuði verja vantrausti til þess að kjósa okkur heppilegri tíma, eitthvað slíkt. En það þarf þá að vera eitthvað sérstakt mál og eitthvað slíkt, menn þetta væri bara drauma scenaríó fyrir VG, sko. En ef að staðan svo að það sem mat Bjarna og forystu Sjálfstæðisflokksins að við verðum bara að halda út kjörtímabilið, að þá Sjálfstæðisflokkurinn svolítið í veikri stöðu varandi kröfur hinna flokkana. Jú. Og þeir munu láta á það reyna. Ég meina, málin eru bara, þau munu hrannast upp. Það náttúrulega núna bara strax hvalveiði málið. Hvað verður með veitingu veiðileifana núna fyrir sumarið og verður þá seint og meina nógu brjálaðir voru menn nú yfir því seinast til þess að menn láti það nú alltaf liggja bara kyrrt. Síðan náttúrulega þessi útlendingamál öll eitthvað neginn ennþá í deglunni, sko. Það getur verið hvað sem gerist þar sem hleypur öll í bál og brand. Og það bara, þú getur bara, maður sé bara við sjóndeildarhringin bara raðir mála sem hægt að nota sem heppilega átillu. En ég held ég alveg sammála þér að forysta Sjálfstæðisflokksins vilji klára þetta. Það er bara ekki hægt fyrir Bjarna Ben að koma í næstu kosningar og segja ég átti eina ríkisstjórn í 8 mánuði og þessa í 5 mánuði, það er bara ekki hægt. Þannig að það er líklega rétt, hann mun teygja sér langt til þess að enda þeir komni með forystunni flokknum og það heldur þarna stóra fundi þess að fagna því að vera aftur komin í ríkisforystuna. Já. En ríkisstjórn sem nýtur lítil stuðnings og allir flokkarnir eru í veikri stöðu að því að þú veit að tala málin sem eru framundan að ríkisstjórn sem í slíkri stöðu öll mál verða vesi fyrir hana. Því það er svo margir sem hafa hagað því að búa til einhver illindi og leiðindi, það eru þingmenn sem eru óttast framtíð sína og þurfa að skerpa á einhvern veginn svona ímynd sinni og eitthvað fleira. Þannig að þetta er ótrúlegt jarðsprengjusvæði sem að Bjarni Benediktsson ætlar að labba næsta 1,5 árið í gegnum. Við höfum séð ýmsar ríkisstjórnir lifa af slíkt ástand. Sko, ég var farin að sjá það á þessum tíma fyrir ári. Að þessi ríkisstjórn væri hætt að starfa saman að því leiti að semja sér til niðurstöðu mál, leggja þau fram sem stjórnarfrumvörp og ná þeim sameiginlega í gegn. Þetta farið að klofna upp í 3 aðskildar ríkisstjórnir þar sem hver flokkur réði sínum ráðuneytum og menn fóru fram að miklu leiti með stjórnun fram hjá lagabreitingum. Og svona fór að stýra með öðrum hætti heldur en auðsöðlega krefst lagabreitinga. Og síðan hefur nú ýmis vandræðagangur verið og þau hafa ítrekka reynt að breyta þessu ástandi, ná sér saman. Það hefur gengið til skamstíma og það var náttúrulega reynt núna og svo tilraunir yfirstandandi eftir að stóliskiptin urðu og Katrín fór út og Bjarni kemur inn, en ég held að þetta haldi ekki. Sem að það gangi ekki að lappa upp á þetta og þetta verði bara skýrara og skýrara að við erum með 3 klofna ríkisstjórn sem að muni starfa saman sem bandalag utanum hvern hluta ríkisvaldsins fyrir sig og þannig verði þetta einfallega rekið. Menn ná saman það nauðsynlegasta sem fjárlög og svona. Hjónin eru skilin þóttu búið saman. Já, það er bara einfallega þannig. Það vallaði borðið saman á kvöldin. Já. Ég ætla bara jógurt út úr ískapnum. Já, það er bara búa hvert í sínu herbyggi á heimilinu og þau mætast á ganginu. Og það hefur alveg legið fyrir Já. En þetta eins og ekkert ástand sem alveg nýtt. Að þú tala þetta og þá það svolítið að þú varst að tala hvernig ríkisstjórn var mynduð. Að þegar hún mynduð 2017 að þá var allt önnur staða í ríkisfjármálum, það var allt önnur svona hugmynd, það var efnahagslífið var að rétta vel úr kútnum út af ferðamanna bylgjunni sem var að rísa mjög. Það var mikið innstreymi inn í ríkissjóð, það hefur verið lágar skuldir út af uppgjörunu við slitabúin.
Þannig að mörguleiti var þetta mynduð svona að nú þetta ríkissjóð sem myndi byggja hér upp innviði. Ég held að þetta meira sem þau hafa haft orð á því. Þannig að þetta var ríkissjóð sem var að fara að gera eitthvað. Það var þess að var innviða ráðuneytið nú eiginlega sett. Já, það var eiginlega gert 2021. Það var það samt á saman. En það svona partur af þessari sömu hugmynd. En á millitíðinni síðan COVID og eitthvað fleira og þetta hefur eiginlega aldrei orðið. Þannig að þessi ríkisstjórn hefur ekki átt frá upphafstöðu svona hugmyndum það hvert erum við að fara sem hópur. Heldur eru við bara alltaf að bregðast við einhverjum atburðum og ég veit að allir sem hafa unnið í svona hóp að það mjög erfitt að sko halda góðu samkomulagi í hópnum svona sameiginlegur svona metnaði ef engin veit hvert við erum að fara sko. Nei. Þannig þá það er náttúrulega ýmislegt komið upp á sem að hefur sveikt veginn sko. Já. Það er ekki að segja að hún hefur sko, hún hefur bara sveikst frá því að vera hópur sem ætlaði að fara eitthvað yfir að vera hópur sem alltaf að bregðast við ykkur sko. Það var náttúrulega aldrei samheldin hópur. Nei. Það, ég meina, þú ert með flokkana á sikkorum enda stjórnmálarófsins hvað varðar efnahagsstjórnmál. Þeir ná saman sko annar staðar. Og eru nær hverju öðrum ásum. En á efnahagsásnum þá eru sko VG og Sjálfstæðisflokkur og sikkorum endanum sko. Og þannig að þetta var aldrei hópur sem að hafði neina sameiginlega hugsun stjórn efnahagsmála. Ég meina, Guð minn góður sko. Heldur þú að Svandís Svavarsdóttir og Bjarni Benediktsson hafi einhverja svipaða sýn á ríkisfjármál? Þau ákveða að vera í sömu hljómsveit saman sko. Þannig þau verða að spila í takt. Já, þú getur alveg verið í hljómsveit með einhverjum sem að þú veist. Framsóknarflokkurinn sem gleymist, hann var með flokksþing á sama tíma og það var flokksstjórnarfundur í Samfylkingunni. Já. Og það var svolítið athyglisvert að það var svona einhver stemming hjá framsóknarmönnum það, eins og þau upplöfuðu það að Samfylkingin væri að sömuleyti með svona fylgi þeirra. Já. Og að þetta væru samkeppnisflokkar næstu kosningar. Og mér fannst Framsóknarflokkur svolítið upplýstjarfur, eiginlega frekar heldur en sko Samfylkingin, en öðruvísi sjó í sjálfum sér, sko flokksþing eða flokksstjórnarfundur, að mér fannst eins og sko Framsóknarflokkurinn teldi sig alveg geta skákað í samkeppni kosninga Samfylkingunni á þessu svæði sem að Samfylkingin er að reyna að staðsetja sig á, sem að maður getur verið hæðin og sagt að það er ekki bara best að kjósa Kristrúnu, einhvern veginn svona vil ekki gefa of mikið upp og við erum bara betra að trista okkur til þess að gera hlutina sem allir eru hvað sem er að gera. Mér fannst það svona komið svolítið óvart hvað var svona með svona spöng í Framsókn. Með að við hvaðan liggur Þetta er náttúrulega flokkar sem eru sprotnir úr sömu rót, þeir eru stofnaðar af sama manninu. Jónas og Hriflu skrifaði stoppskrá beggja flokka, Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins sem er nú bara forveri Samfylkingarinnar og þetta er náttúrulega stéttaflokkarnir, flokkarnir sem eru að berjast gegn auðvaldinu á sínum forsendum. Það er nú ekki lengur þannig held ég. Nei, bara að segja sko, þetta eru flokkar sem geta verið nær hver öðrum heldur en við erum gjörna álíta í samtímanum. Út af því að bara rótin er svo sama hugmynd. Það er hagsmunir sko fólksins og það er aðeins mismunandi hvert fólkið er. Og en jú, já, það var dálítið, þeim fannst svona, eins og það finnst svolítið sárt að Samfylkingin hefði sko, stólið af þeim, reitt af þeim allar fjaðrinnar sko. En Samfylkingin hefði örugglega geta sagt líkt í sama Framsóknarflokkinn hér einhvern tímann. Framsóknarflokkurinn hefur auðvitað bara liðið alveg óbúslega vel í þessari ríkisstjórn. Þetta er bara Það er svo fórustunni að því að fylgið hefur bara fylgið hans í Reykjavík sér bara alveg ótrúlega trúum þar það var náttúrulega bara eitthvað fáránlegt ris sko, sem að flokkurinn naut þegar að ymmit sem einhvers konar þegar þetta er ekki bara best að kjósa fram svo dæmið þeir hittu bara á einhver óska stund sko, og fengu miklu meira fylgi heldur en þeir gátu vænst að halda
þannig að það er nú ekki alveg sanngjarnt að bara líta á það sko fylgisfall úr samhengi við risið sem að áður hafði orðið sko. Það er samt sko 3 af 4 borgarfulltrúum farnir og flokkurinn bara þeir lengst af hefur bara Framsóknarflokkurinn ekki haft neitt sko. Þeir eru með borgarstjóra. Einhvern tímann hefur fólk trúað því að það myndi skila ykkur og samar hefur getur sagt með VG að þetta skila VG ykkur. Nei, það er ekki lengur. Akkur ekki? Bara þannig virkar ekki veröldin lengur í stjórnmálum að þú fáir fylgi við að vera við völd, kannski Sjálfstæðisflokkurinn á að halda sér aðeins núna út að þegar fengið völd aftur en allar samtíminn hefur sýnt það að valdaflokkar missa fylgi bara út allan heim miklu meira mæri heldur en áður gátu flokkar vænst þess að halda fylgi sínu miklu betur heldur en þeir gera núna. Það er miklu meiri sveiflur milli kosninga, milli kjörtímabila og valdaflokkar missa yfirleitt fylgi. En þetta, maður aðeins aldrei þetta þegar við erum að tala um svona kannanir og það var nefnilega kom könnun, ég man ekki hvað að kalla það borgarvitin eða eitthvað sem ég held að maður skynna sig með fyrir kannan kannan. Og þar er meðal annars spurt fylgiflokkana og þá kemur í ljós að meirilutin heldur bara sínu en fylgi Framsóknarflokksins fer yfir á Samfylkinguna og gott ef ekki Pírata eða eitthvað svoleiðis. Samfylkingin er náttúrulega bara á þessu ofboðslega flugu, það er stóra breytingin. Já, er á sama svæði og Framsókn sótti kosningasigurinn í þingi og borginni. Að einhverju leyti. Það er í þessu borgarviti líka spurt afstuna til borgarfulltrúa. Hverjum svona tristur best. Þar held ég að Einar Þorsteinsson lendi í 7. sæti og það er náttúrulega eitthvað svona og Dagur var til dæmis ekki alltaf efstur á sínum tíma, sanna sósíalisti skákáðunum á tímabili, að þeir verum að tala um hvað gefur þeir að vera með, því að við erum með Bjarna að koma í forsætisráðuneytið og ég menna það má sjá á Katrín var í forsætisráðuneytið skilaði ekki einhverju og því að þegar við vorum ungir eða þegar ég var ungur, að þá voru þeir sem voru borgarstjóri Reykjavík voru stórstjórnur, Gunnar Thoroddsen, Hallgrímsson, Davíð Oddsson, Ingibjörg Sólrún. Allt annað samfélag, allt önnur miðlun. Það er allt öðruvísi sko. En út af því hún nefnir þetta og við vorum áðan að svona rammaði sinn sko Katrín Jakobsdóttir og hennar tíð og þú nefnir borgina, þá finnst mér líka full ástæða til þess að ramma inn tíð Dags B. Eggertssonar sem að líkur núna nýverið að þá fór hann úr stólnum og ætlar líklega í landsmálin. Hann er líklega, bursi frá því, þá bara mér finnst sem stjórnmálafræðingur og bara maður sem fylgist með stjórnmálum hér að þá finnst mér líka rétt út af því að þetta er alltaf svo aðdagsis og það er allir að aðdagst í öllum að það má líka svona staldraðins við arfleið fólks en sko Dagur er kannski sá stjórnmálamæður í landinu sem hefur skilað að sér hvað skýrustu sko arfleið bara allra fórustumanna í stjórnmálum. Hvernig þá? Sko þegar hann kemur fram og er að taka svona við fórustu þú veist í samfylkingunum á Reykjavíkurlistanum og því öllu að þá lýsir hann einhverju framtíðarsýn hvernig hann sé Reykjavík fyrir sér, hvernig borgin eigi að þróast og svona og svo er hann meira og minna í þeirri fórustu í svona ólíkri samsetningu lengst það sem borgarstjóri en líka sem svona ofan í vélarúminu þegar annar borgarstjóri er og svona og hann smá saman breytir borginni eftir forskriftinni sem hann lagði upp og menn geta bara verið sammálunum eða ósammálunum hvort þetta sé góð eða vondþróun og hvort það náðu þessu, ég geti nefnt við til borgarlínin ekki komið, flugvöllurinn ennþá Nei, ég veit að það er endalaust, þú getur talið upp alveg fullt að lista en í grófum dráttum þá breytir hann borgin í svona einsleit norræn borg svona frekar hversdagsleg og ekkert sérstaklega gróskumikil yfir í bara borg sem að yðar af lífi og hann er búin að breyta öllum miðbænum sem er allt í einu sprúðlandi af lífi, ég meina ég er eins og þú bara er í miðbæ á hverjum degi. Túristanir náttúrulega komu út af Eyjafjallajökli. Jú, og þeir komu allt, en eiga síður, þá bara fyrst mér ástæði til þess að staldra við þegar að fólk hefur staðið í þessu stafnið, þetta er náttúrulega, því að þeim er nú yfirlt aldrei þakka neitt, sko. Nei.
Og það bara ástæði til þess að ramma þetta aðeins inn og viðurkenna, heyrðu, hér kom maður, hann gerði þetta, hann stóð fyrir þessa hluti, hann skilaði af sér þessu verki og við erum ekkert of góð til þess að bara fara aðeins yfir það, sko. Já. Og það kannski við getum líka sagt að það sem hann leggur upp með, hvernig hann horfir á borgina, sem kannski svona skipulagslega, eins og að segja Hannaborgina, að það hafa verið svona ríkjandi umræðum borgarmál og sem hafa kannski verið síður þá svona uppbygging sko félagslega þjónust og svona ekki í sama máli hluti af borgarpólitíkinni og fyrir hans tíma til þess að tíma byrja Ingibjörgu Sólrún að vera miklu meira. Þetta getur allt verið, sko. Hann breytti borgarpólitíkinni. Já, hann breytti nefnilega borgarpólitíkinni. Og sem að verður sammála leiðinni eða ekki. Akkurat, og það bara full ástæð, og það eru stjórnmálamenn sem að hafa markað svona söguna, þetta Davíð Oddsson, augljós dæmi slíkt, hvað sem fólki finnst þetta. Og en sko flestir stjórnmálaferlar eru þannig að þú hefur ekkert sérstaklega mikil áhrif, sko. Flestir bara koma og fara á þess að setja mark sitt sko á sviðið að einhverju, þú veist, á einhvern afgerandi hátt. En þó koma menn, sko, og gera slíkt. Katrín þannig, Dagur þannig, Davíð þannig. Bjarni. Fleiri, Ég veist aðeins ég eftir að koma í ljós. Ég ekki alveg búin Bjarni rétt að byrja. Já, sko, svo sér maður þetta aldrei fyrir að fólk hættir, sko. Hvort að svo sé. Þú nefnir Dag B. Ég sá svona myndir af flokksráðsfundinum og þar var hann. Mikið birta myndir af þessum hann stendur í salnum og er að spyrja. Og maður sá það bara svona, ef maður vill, þá sér maður að hann er á leiðinni í landsmálin. Alveg eins og maður sá það að Katrín var að fara í forsetaframboð þegar hún birti mynd af Gunnari manninu það má ekki gera lítið í það að lesa myndunum og hvaða myndir fólk kýsa að birta. Það sagði mér samfélgingafólk þessa helgi að það hafði meðlans verið að vera að ræða hvaða form ætti að vera á vali á lista. Og þá hafi komið fram gömul tillaga úr alþýðuflokknum, ég manni ekki hvenær þú notuð það síðast að hafa opið prófkjör sem því að það með allir kjósendur kjósa, ekki bara flokksmenn. Og það var túlkað sem að þetta veri tillaga þeirra sem ekki vildu að Dagur B. myndi vinna, vegna þess að Dagur B. eftir veru sinni í borginni nýtur stuðnings innan samfélgjarinnar, en hann með mikla andstöðu. Hann er einn af þessu stjórnmálamönnum sem að líklega fleiri sem að eru treystunum ekki heldur en treystunum. Já, algjörlega. Og það var sagt við mig að það var eitthvað megaplott til þess að hafa opið prófkjör til þess að hindra of mikinn framgang Dags Bjarnasonar í prófkjöri. Já. Svo ég vitni nú líka í það sem hann sagt að ég er bara að vera að vitna hérna bara í skoðanakannir. Já, það kann að vera, sko. Herðu, en við erum eiginlega komin í þetta mengi sem er á miðjunni, sem er Framsókn og Samfylkingin. Þessi flokkar verða að keppa sama fylgið. Það að þeir geti unnið saman eftir kosningar er lykilatriði af því að þeir verið ríkisstjórn sem er ekki með Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það verður gaman að fylgjast með samlífið þessar flokka sem að upplifa held í báðir að þeir eru að sækja sama fylgið. Ég hugsa að það, ég meina, þetta eru flokkar sem munu nokkuð örugglega þurfa á hverju öðrum halda. Ég held að það sé alveg rétt. Já. Og ef þeim tekst ekki, að þá verður líklegast að ríkisstjórnin verður Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkur og hvernig sem er alltaf verið að ganga fórustu Samfylkingarnar og hún neitar alltaf að afskrifa. Já, ég meina, Kristrún Frostadóttir hefur auðvitað breytt Samfylkingunni verulega. Og hún hefur bara viljað setja fókusinn á efnahagsmálin og ýta nánast öllum öðrum málum til hliðar. Og þannig að önnur mál sem þarna voru í forgrunni, sko, að þau eru núna komin aftar. Sko, ég er ekkert alveg sannfærður hún komist endalaust upp með þetta. En hún mun reyna það og sko fylgir náttúrulega algjörlega sópast að þessum flokki. Og er líklega ástæðan fyrir því að stjórnarflokkarnir eru svona higgandi við að efna fyrir til kosninga, sko. Já, eða öfugt að það leggst upp að bryggju hennar er óánægju fylgi ríkisstjórnarinnar sem að ef að hún hefði ekki þetta segur að þá myndi það bara dreifast á fleiri bryggjur. Þetta er örugglega, já, ég get tekið undir þetta. Ég get alveg tekið undir það. Mjög stór, sko, að einhverju leyti er þetta líka að það er mikið fylgi sem hafði farið frá Samfylkingunni. Það er miklu stærri flokkur,
Gleymum því ekki, hann samsettur úr 3 til 4 öðrum stjórnmálaflokkum og hafði mikið fylgi og svo bara missir þessi flokkur stöðut fylgi og fer niður í nánast ekki neitt og bara við það að þurrkast út af þingi, var bara sömu stöðu og afgeri núna og þráttur að hafa enn hærri uppafstöðu og margt af þessu fylgi koma tilbaka til í þessari útgáfu flokksins sem undir stjórn Kristrúnar, en svo líka bara óánægju fylgi sem að bætast við þetta fylgi sem komast tilbaka. Þannig að þú kannski með 3 lög af stuðningi, það bara kjarnastuðningurinn, það sem komið tilbaka og svo óánægju fylgi utan af og þetta þetta fljótt að rjáttlast af þetta ysta lag í það mista, erfitt að halda þessu. Kristrún dálítið eins og manneskja sem hefur bara fengið skengt bara stútfullu glasi bara strax í upphafi boðsins og hún að reyna að passa að sullist ekki of mikið úr því og þarf að labba í 1,5 ári uppbót með þetta glas það má ekkert koma fyrir það má ekkert koma fyrir og ég að stríða þeim að því að mér gengur svona illa fáðu til þess að koma hingað og vera með eitthvað svona alvöru samtalið pólitík. Ég segi að þau séu alltaf reyna að halda það niður í sér andanum í 1,5 ár. Þau eru mjög varkár, en samt ekki. Stundum komaðu fram eins og í innflytjendumræðinni, þá bara breytur stefnu. Þar var náttúrulega bara skýr kúvending sem átti sér stað. Í dag komaðu með nýja línu í sjávarútvegsmálum til dæmis, þar sem að gamla hugmyndunum fyrningarleiðin og uppbóð er horfin. Það er svona verið að gera marga breytingar. Hún birtist núna í fréttunum sem svona virkjana sinni, að við verðum bara virkja stemming. Já, það er náttúrulega það var náttúrulega alltaf ríku þráður í alþýðufloknum, iðnaðar krattar að þetta kalla. En svo eru svona mál sem eru hvarin til hliðar eins og aðild að Evrópusambandinu, ný stjórnarskrá og núna þetta, hugmyndunum fjölmenningarsamfélag og svona Þannig að það á að fókusera þarna og ég meina að þetta nú bara eins og James Carville sagði við, skrifaði niður fyrir Bill Clinton á sínu tíma þegar hann setti 3 item á listan fyrir kjörið, það ekki 92, það var bara is the economy stupid og það það sem þetta snýst geimið jú það og það alveg réttur hestur fyrir þau að veðja og held ég og þau eru með trúverðugan forystumann í því máli forystumenn ekkert annarkvort frábærir að glata þeir eru bara oft góðir bara í mismunandi málum og þannig að það staður og stund sem að ræður hvort að viðkomandi verði farsæll eða ekki og hún einfaldlega menn geta sagt hvað sem Kristrúnu Frostadóttur en það getur engi sagt að hún kunni ekki að fóta sig í efnahagsmálum. Hún frábær ostaskeri og það ostaskeri í matinn en kannski ef það væri bara kjötleifur komin á borðið þá myndi hún ekki virka. Þetta bara þannig. Það bara fólk virkar mismunandi í mismunandi hlutum og það komur náttúrulega ljós í umræðu hennar innflytjendamálin að hún var þar bara ekki á heimavelli Það virðist vera, og sem kemur allir ljós í því að eftir að þarf að bera tilbaka alls konar hluti sem að virðist ekki hafa verið hugsaðir út Samfylkingin að bæta við sig en það líka Miðflokkurinn. Já, hann eiginlega kannski áhugaverðasti flokkurinn akkurat í augnablikinu finnst mér, bara á þessum punkti sem við erum á núna, þá Miðflokkurinn eiginlega áhugaverðastur Mér fannst eiginlega ein fyrirsögn pólitík, það var viðtal við Bjarki Olsen, nýjan ráðherra og fyrirsögnin var Sigmundur Davíð skemmtilegasti þingmaðurinn og það að því að Sigmundur í svo miklu meðbyr hann náttúrulega sýnir alla sína bestu hliðar Sigmundur Davíð rífandi skemmtilegur þegar hann skemmtilegur Það hefði engi sagt þetta fyrir 3 árum Nei, hann getur líka Þá var það bara svart ský yfir höfðun á Sigmundur Davíð Svo hefur hann allt og hoppið sér þess á milli Já En hann í svona, hvað heitir þetta svona þegar fuglandi fara, það bara uppstreymi? Já, það uppstreymi hjá, það ágætislýsing, það uppstreymi hjá Sigmundi og Miðflokknum og það sem enn betra fyrir þá að þau búa við svona sígandi lukku. Þetta upptröppunin hæg og róleg, hún ekki svona stökkva. Og sömulegði stefnubreiting og áherslubreiting að Sjálfstæðisflokksins íta undir þetta? Já, ég meina það hefur, straumurinn hefur verið að færast til þeirra. Þeir eru ennþá á sama staði,
í farveginum en vatnið bara að renna að þeim. Ég held að Sigmundur viti þetta alveg sko. Því hann alltaf að íta undir Brynjar og Jón Gunnarsson og fleiri. Hann veit að því herra sem þessi menn hafa og því meira sem að forystan í sjálfstæðisflokknum þarf að taka tilliti til þeirra, því meiri verður straumurinn hjá honum. Sko, málflutningur hans í innflytjendamálum og þessum svona þjóðernismálum öllu saman sem að var á einhvers konar jaðri og menn margir sem gagnrýndu Miðflokkinn og Sigmund mjög harkalega töldu þarna vera útlendingaandúð og annað slíkt á ferðinni hjá honum. Þessum sjónarmiðum hefur bara verið veitt lögmæti núna af meginstraumi stjórnmáluna. Fyrst var það í gegnum þessa sem þú ert að nefna. Jón Gunnarsson, Ásmundur Friðriksson, Brynjar Níelsson, svona þessi armur Sjálfstæðisflokksins. En núna líka þetta farið að koma úr forystu Sjálfstæðisflokksins, talsmáti formannsins, forsætisráðherrans núna. Og tröppunum á Bessastöðu síðastliðið vor og enn frekar í janúar. Og svo með færslu Palestínumenn. Allt byggir þetta undir lögmæti Miðflokksins og málflutning Sigmundar Davíðs sem að getur núna sagt, já ég saði ykkur þetta frá upphafi. Kjósið frummyndina ekki eftirmynd. Já, og nú skuluð þið kjósa frummyndina en ekki ykkur að daufa eftirmynd hér og svo hefur Samfylkingin óaðvitandi líka veitt honum aukið óaðvitandi? Nei, ég meina Kristur hýttur að vita hvað hann var að gera. Ég heldur hann hafi ekki ætlað sér að slengja lögmæti stimpli á ennið og Sigmundi. Ekki Bjarni heldur. Ég meina hann bara, þeim að eins og sko ég held að ef við myndum spóla tilbaka í 1,5 ár til Sjálfstæðisflokksins og segja er þetta snjöll leið fyrir okkur til þess að verja, það var mann bara að segja nei, kannski ættum við ekki að gera þetta. Það eina sem að kemur út úr þessu er að bara Sigmundur takkar. Já, en svo hann náttúrulega forystumaður í flokki sem enginn veit alveg nákvæmlega hvernig verður samsettur, hvort að svona flokkur hafi úthaldið sem þarf á eftir að koma í ljós. Hefðu síðan koma hana flokkar sem að ekki hafa svona styrt sig í stjórnarandstöðu við óvinsæli ríkisstjórn sem eru Viðreisn og Píratar og hlýtur að vera þannig að þessi flokkar munu einhverju leyti svona endurmeta stöðu sína, kannski endurmeta forystuna, endurmeta málflutningin og hvernig þið birtast. Ég held að sé ekki við þetta búast við neinni í svona endurmati á flokki fólksins. Það er bara það sem að Inga Sæland, hvað henni finnst í dag? Sko, þessir Viðreisn og Píratar hafa auðvitað töluvert færi sem að felst í því að Samfylkingin fjarlægist alþjóðasinnaða svona arfleið sína og svona fjölmenningarlega arfleið sína og það veitir aukið færi fyrir Pírata kannski sérstaklega en Viðreisn líka að taka upp það merki og það er alveg orðið augljóst að sá ef þú hefur fyrst og fremst hann áhuga að gangi í Evrópusambandið að þá er Viðreisn miklu augljósari kostur heldur Samfylkingin. Fyrir einhverju síðan var Samfylkingin flokkur Evrópusinna en núna er Evrópuflaggið veifað af öðrum og miklu frekar af Viðreisn. Það sem að og stuðningurinn við það, sjáðu, Smári, hann sveiflast mjög mikið. Það er kannski einhverju láginni núna. Sko. Já, það er ekki stórt mál en það þarf ekkert svo mikið til að það verði risamál. Já, það sem að truflaði kannski, ég hefði spáð þegar að Kristján tekur þess ákvörðun að íta af Evrópumálunum svona í aftursætið eða jafnlýsskotið. Að þá hefði ég reiknað með að hann fær Viðreisn allavega svona 1-2% bara í gjöf. En það gerist ekki. Og það þeir eru að mælast í 10% núna sem ég held að sé bara ég held að sé að þeir eru alltaf aðeins hærrin í meskinu sko. Ég myndi vera ekki, það er ekki alveg hægt að sjá að það sé sveifla til þeirra en segjum að segja að koma kostningar og þá er þú ert kannski Evrópusinni frekar ég og þú vilt kjósa ég er bara alheimsinni en þú vilt kannski kjósa með því, en þú vilt gera það bara ef þú telur að það hafi ykkur úrslit ef það er á dagskrá ef allir að afskrifa það nema Viðreisn að þá kannski kýst út af húsnæðismálum innflytjendamálum eða guðmáta hvað fólk kýs ekki út af þessu málum og til dæmis stjórnarskrámáli þetta hefur verið mælt, það er bara í 10. eða 12. sæti sko. Það er aldrei að ráða atkvæði nokkurs mann sko. Í þingkosningu. Já, og það er alveg sama með Evrópusambandsaðild, þetta er ekki fremd, bara eins og ég sagði áðan, it's the economy stupid sko. Það er bara það sem að ræður þessu. En Viðreisn mætti svona skerpa sig aðeins svona forystuna
Jú, þessi flokkar eiga bara kannski erfitt með það, sko, hvernig eiga að gera, ég fullur aðdáunar yfir, sko, þrautsegu Pírata. Hvað þeir hafa lifað af í íslensku stjórnmálum finnst mér bara afrek. Ég hefði aldrei spáð þeim þessu langlífi þegar þeir komið fram og ekki framan af, sko. Flokkur þessari gerð geti sko bara þrifist svona lengi sem ótrúlegt og bara alveg magnað. Þeir hafa náttúrulega alltaf náð einhvern veginn til unga fólksins og haldið sér þar en núna finnst manni sko að þeir eru sko, Píratar og Viðreist og þetta séu þetta ótrúlega ólíkir flokkar svona, ef þetta væri persónur, þá er þetta mjög ólíka persónur. Þetta er ekki við sama borðið í menntaskólanum í Möldurvíkinu? Alls ekki, en þau eru að tala bara þetta alltaf svipaða hluti. Þau eru að leggja áherslu á það sama, sko. Stundu finnst manni að því að segi borðir í menntaskólanum að því að margir flokkar eru svona vinsalu krakkar klíkur og samfylkingin að sannarlega og sjálfstæðisflokkurinn og eitthvað svona, ekki kannski miðflokkurinn, hann svona svolítið skrítilegt borð, en það svolítið sterk staða Pírata að það eru margir sem að upplifa sig ekki sem hluta vinsalu krakkar klíkunni, sem að finna því að þeir eru svona alls konar Píratarnir, þeir birtast, þeir eru ekki eins og svona kosningastjóri samfylkingarnar myndu stilla upp sínu fólki sem þeir kalla svona flott fólk að þá Píratarnir bara allt önnur tegund. Má maður segja nördarnir í horninu það niðrandi? Nei, ég meina það í ákvæðri merkingu, sko. Nördarnir tóku ju yfir heiminn, þannig að þetta ná... Ég held að það sé ekki klókt fyrir samfélagi að gefa vinsalu krakkar klíkunni völdin, ég held að það sé ekki gott. Ég held að það sé betra að hafa sér meiri breytt í þess að koma ákvörðunum. En svo ferð þú nú fyrir enn einu stjórnmálaflokkinum? Já, við erum ekki... Og hvað ætlar að gera við hann? Við vorum með fundum það í síðustu helgi og verðum aftur næstu helgi sem bara verið að fara yfir það hverjus erindi okkar inn í það við kallum þetta inn borgarlegu stjórnmál. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega er ekki forusta sem að sækjast eftir vinnu á þingi eins og ég geti sagt á Pírata eða Viðreist eða eitthvað. Heldur tökum við þátt í verkalýðsbaráttu og við tökum þátt í endurreisn hagsmunasamtök almennings og við erum að búa til breiða pólitík almennings alveg frá pólitík götunnar. Þannig að við erum ekki háð í bara einhverju veru inn í þingi eða sveitastjórnum eins og aðri flokkar. Þannig að alltaf þegar það fyrir að líða kosningum þá förum við í svona bara innri skoðun það hvert er erind okkar því að ef við ætlum að bjóða fram Sólstjórnarflokkin þá Sólstjórnarflokkur svo miklu meira annað heldur en áðar en þetta ég skal bara bjóða sem áhugamann stjórnmálafræði á fund. Þú ert búin að smíða þessa retorík, allt til góðu. Þannig að þetta er bara okkar grassrút að fara yfir þetta og skoða þetta. En við varandi Píratana, ég ætla aðeins að skjóta einu viðbótu það, af því að við munum það fyrir einhverju ekki svo löngu síðan að þá sátu þingmenn Pírata bara í 1,5 kjörtímabil. Birgitta hætti og Helgi Hrafn hætti og Jón þeir hættu. Það er ekkert lengur núna. Allar svona reglur fara út úr klukkan þegar svona flokkar lifa. Þetta var líka, í kvennalistanum á sínum tíma. Þá voru svona reglur bara, 1 eða 2 kjörtímabil, ég man ekki hvað það var og svo bara leið og að því kom, þá breyttust það reglur bara. Þetta er eins og bara hjá einræðisherrum út í heimi, það lengist alltaf að breyta stjórnarskránni. Ég meina að... Þórhildur Sunna og Björn Leví verða í forystu flokksins í þessu kosningu. Allt sem að hefur eitthvað, sko, allar félagslegar heildir sem að hafna hefðbundnum struktúr neyðast á endanum til þess að gangast honum á hönd ef þau ætla að lifa af til framtíðar. Það er bara, eins og sagt er, sko, það gerist ekki án hugsjóna en það endist ekki án stofnana. Nei. Napóleon er eðlilega niðurstaða frönsku stjórnarbyltingarinnar. Já, ég meina að ef að þú ætlar að hafna lýðræðislegum struktúr, ég skal umorða þetta út af því að þá stuðast ykkur við þetta. Ef þú hafnar bara klassískum struktúr, þessu til dæmis bara eitt af þessi skipti mestu máli í stjórnmáli er það sem við köllum bara recruitment structure, það er hvernig endurnýjar stjórnmálaflokkur sig, hvernig veitist umboð, hvernig færist umboð á milli manna og svo framvegis og þú þarft skipulag til þess að gera þetta.
ef ekki svona skipulag til staðar, þá það bara tuddin á skóllóðinni sem að situr upp, sko, sem endar með því að ráða öllu og það verður til klíka sem að svona verður ráðandi og þeir sem til ekki klíkunni verða bara út undan og svo framvegis og þá leysist þessi skipulags bara heildu upp nema að hún seti sér þessar sömu reglur og gilda bara almennt í félagsskap, sko. Hámarksetu og þar svona. Já, eða bara strúktúr, hver á að vera, hver hefur umboð til að gera hvað, hvenar og hvers vegna, sko. Herðu, þetta yfirferð okkar flokkana og ríkisstjórnina, en nú eru forsetakosningar. Já. Tökum svona smá desert. Ok. Það náttúrulega Katrín Jakobsdóttir, við erum búin að svolítið fjalla það, eftir að koma í ljós hversu mikið, sko, aðrir frambjóðendur snúa sér að henni. Já. Og hvort að hvernig, sko, kosningabaráttan, maður getur alveg séð fyrir sig kosningabaráttan sem getur verið henni erfið. Já, ég get alveg séð það og ég aðeins að böglast með þetta í hausnum. Ég sagði þegar ég sá fyrstu könnuna þar sem hún kom inn í 32%. Þá segi þetta, það ekki tekið upp kampavinnið í kosningaskristofu hennar, af því að áður, ef maður fer 2016, að þá kemur Guðni inn í 59%. 1996 að þá kemur Ólafur Ragnar inn í 61%. Þannig að það að koma sem átti að vera bara, eins og var stundum talað að hún myndi bara strauja þetta, að þá fannst mér, sko, 32% vera erfið vegna þess að hún ólíklegri til þess að hækka, en hún líklegri til þess að falla. Heldur en þeirra flestir. Sko, ég hef bara svo takmarka heila getu til þess að sjá svona hluti fyrir, þannig ég þarf að hafa miklu fleiri akkeri til þess að geta fóta mig í það að sjá hvernig svona leiðir, en eitt af því sem maður hefði geta séð, sem ekki orðið, að það náttúrulega þegar að þessi skipti verða, þá snýst allt Katrín, það bara þjóðfélagi hverfist hana. Og þessi skipti og allt það. Og það hefði alveg getað orðið. Það eitt scenaríu sem maður hefði getað séð fyrir sér. Hún hefði hreinlega stungið af. Það var svona möguleiki, fannst mér. Og svo komu kannarnar og maður svona, já, kannski. Það var einhver könnun sem sýndi að það gæti verið þannig. En svo hefur margt orðinni mótrætt eftir þetta. Og ég held að stæðsti skugginn sé að ríkisstjórnarforystan hafi farið til Sjálfstæðisflokksins og Bjarni Benediktsson hafi sest í stól forsætisráðherra og það séu svo margir í hennar náttúrulega stuðningshóp sem að hafi svona óbræði munni aðeins yfir því hvernig það allt saman fór. Og það sé kannski bara aðeins erfiðara fyrir hana. Og það getur verið eins og þú segir að hún hafi ekki mikið rými til vaxtar. En á móti kemur að það getur vel verið að þessi erfiðleika líka rjáttlist bara af. En við þurfum bara eftir að sjá það og þetta drægir skýrari lína í sandinn, þetta verði meiri fortíð og hún fái rýmið til þess að stemming í samfélaginu að við viljum ekki láta kosningabarátuna snúast pólitíska arfleifð. Þetta ein leið. Þetta bara það hvað svona persóna þetta er. Þetta er ein leið. Annað sem getur gerst að Hallar Hrund sem að bara kom, hún svona svarti hesturinn í þessari baráttu. Hún eiginlega hið ljósa mann. Og hún kemur á ská og bara þjóðin að kynnast henni og bara hreinlega falla fyrir henni á einhvern hátt. Hún minnir á Vigdísi og hann reynda búið að hanna það þannig að hún minn á Vigdísi og hún kemur þarna inn og hún kemur allt í hennu inn á stað þar sem allt í hennu er bara möguleiki. Eitthvað sem maður hefði haldið fyrirfram að væri ekki möguleiki. Það eitt af því sem hefur verið viðtekið sannindi og stendur upp úr öllum svona kosningaspekulöndum í landinu að þú verður að vera vel kynntur fyrir þjóðinni til þess að geta unnið forsetakjör. Það engin leið að koma og ætla að kynna því fyrir þjóðinni í forsetakjörinu. Þú verður að vera búin að því áður. Hún var sannarlega ekki, hún var þekkt í einhverjum kreðsum en hún var ekki landsfræg. En henni kannski tekst henni það og takist henni það, þá bara allir möguleikjar alls konar scenaríu og opin og þessi þjóð ólíkindatól þegar það kemur á forsetakjöri. Það eiginlega ekki hægt að segja þessari þjóð
sko hvernig hún eigi að kjósa í forsetakjöri og hún tekur oft mjög undarlegar ákvarðanir eða ákvarðanir sem erfitt að sjá fyrir og meina hverjum hefði dottið til hugar að Ólafur Ragnar Grímsson hefði getað orðið forseti og ástæðan fyrir því ekki honum einsinni, segir sagan að hann hafi verið að fara hann í framboð bara til að styrkja stöðu sína í svona pólitíkinni almennt og yfirleitt. En þá það sko, ég held því fram að ástæðan sko, svo persóna sem hefur ber mesta ábyrgð á því að Ólafur Ragnar Grímsson varð forseti heiti Davíð Oddsson. Hann var mótvægið. Hann var mótvægið við það og svo líka það bara eitthvað sem bara svona öðruvísi heldur en valdið og þú veist Guðni T.H. þegar hann kosinn þá hann aldrei svipað þjóðin bara mátar hann einhvern veginn í embættið út af því að hann var aðal álitsgjafir RÚV í Panama skandalnum í því tiltekna máli og og fólk bara gerum þennan gaur að forseta. Var það ekki líka eftir að Ólafur Ragnar dró framboð sér tilbaka og þannig að þjóðin var að leita að ykkur bara mótvægi við Ólafur Ragnar. Jú, og hann alveg... Svo var Davíð annað einhvern veginn og þetta þjóðin hafði ekki viljað frekukalla stemmingu ykkur. Þannig að það svo margt svona á floti sem að mitt takmarka heilabú næri ekkit enda alveg utanum hvert fer. Og ég sé þær báðar komast í mark. Og Baldur, hann náði þetta svona frumkvæði, náði rosalegu frumkvæði á feikilega vel skipulagt skipulega baráttu upp af undirbúningurinn var sko langt bestur af þeim sem ég hef séð sko. En hvort að framsetning frambóðsins. Já, framsetning frambóðsins og þetta tvíeykismál sem náttúrulega ekki raunverulegt því að þú veist, forsetin alltaf eitt sko. En það samt þannig að það hefur alveg frá Ólafur Ragnari þá hefur maki fengið miklu stærri sess. Já, báðar eiginkonur hans og núna Elísa. En sem hefur spilað bara stóra rullu í forsetatíð Guðna. En ég sé hvernig það eru fjórir þú veist, á brautinni sko. Það ekki alltaf gaurinn sem fremstur sko í gegnum hlaupið sem endanum vinnur sko. Og það að sömuleyti þá að því að svo langt það eru 5 vikur og þú segir að þjóðin sé ólíkita tól og þá eftir að komi ljós í hvaða farfi kosningabaráttan fer þannig að ég myndi ekki vilja spá fyrir endaloki núna, ég myndi segja bara það eru of miklar hindranir og þoka á leiðinni til þess að það sé eitthvað vitið í sko. Það ekki hægt Ég held að þetta sem þú ert að tala sem svona ólíkita tólið sem þjóðin, að því að við gætum sagt til dæmis eins og Kristján Eldjárn var kosið 68, það var viðreisnar stjórn búin að vera í langan tíma og hann var að einhver leiti svona mótvægi við það, hann svona var með einhver svona rætur eitthvað svona í herstöðu andstæðinga og svona, hann var einhver staðar, hann var ekki viðreisnar stjórnarmaður. Nei. Og svo hann kosinn og hann nýtur gríðalega, hann kosinn með eini sem kosinn með meiri hluta atkvæða, nýtur gríðalega stuðnings, svo kemur Vigdís. Já. Og hún náttúrulega hefði aldrei verið kosin að það verið 2 umferðir, líklega ekki, en Íslendingar slísuðust til þess að kjósa hana og urðu rosa ánægði með það. Já. Þannig að þó hún hafi komið inn með lægsta fylgið, þá hefur hún líklega svo sem að nýtur mestra innegnar. Það er líklega engin nokkuð tíma að njóta slíkra virðingar sko. Það bara annað samfélag. En mér finnst alltaf aðtýrlist. Það að klára, því að forsetið kemur inn með látt en það nýtur gríðalis fylgis. Svo þegar kemur að næstu kostingum, þegar það var að kjósa arftaka hennar, þá vil fólk eitthvað allt annað viti sig. Og þá Ólafur Ragnar kosinn og hann fer hann inn og hann nýtur bara mikil stuðnings lengst af. Og svo þegar hann búinn, að þá veit fólk eitthvað allt annað en hann, þannig að þetta svona, þjóðin næstu í svona, hún mjög skrítin. Hver ólíkastur Guðna T.H.? Já, en eins og hún ánað með forsetana, að næstur að fara að velja, þá veit hún bara allt annað. Eitthvað annað, það alveg rétt og ég held að þetta aldrei skiptið máli. En mér finnst, þegar hún telur upp þessa fyrir forseta, þá sé ég erindi hvers fyrir sig, dálítið skýrt. Kannski sér maður það bara í endurlitinu, það getur verið. En við sko, þú veist, erindi Kristjáns þetta bara dálítið skýrt, hann fornleifa fræðingurinn og hann hefur verið að, þú veist, hvað heitir nú bókin Kuml og Haugfé, eitthvað svoleiðis og hann búin að mennta
þjóðina í sögu sinni einhvern veginn. Og þú veist, hérna í gegnum sjónvarpsþætti og maður sér þetta alveg fyrir sig. Já, hann svona sammenningatann, hann tákmynd, hann maður sem getur litið upp til borðið virðingu fyrir og hann svona hann alþýðlegur höfðingi einhvern veginn. Hinn kosturinn var atvinnur stjórnmálamaður. Já, svo var bara þau sem hafa búin að fara í gegnum hjaðningavígin, og hérna þannig að þetta ég sé þetta erindi. Vigdís mjög skýrt erindi. Þú veist, hvort sem hún kýs að nota það erindi ekki, þá það kvennamómentið sem að bara veitir henni auðvitað þetta hennar rosalega byr og gerir hana heimsfræga fyrir vikið. Og líka held ég í hennar frambúðinu, ég er svo gamall, að það var líka svona kynslóðaskipti því að hún var allt öðruvísi. Hún svaraði öðruvísi, hún var með miklu minni svona hátíðleika og fleira. Hún var náttúrulega með snjöll tilsvör. Já, hún var bara eins og vorið, sko. Hún var bara fersku vindur 1980, þar sem þjóðin hafði í 78, fælt meirihluta sjálfstæðsmanni í borginni, A-flokkarnir voru við það ná meirihluta 78, þannig það var svona ég var náttúrulega ungur á þessum árum, þetta voru í mínu ævi, en mér tengi hennar kostningu svona einhver löngun til þess að bara fara frá gamla Íslandi og fara að gera eitthvað nýtt. Sko þetta mér í barsminni bara, ég 10-11 ára þegar hann kosin og en ég man eftir, ég bara upplifði þetta í gegnum móðu mína, hvað þetta var, sem nú ekki þeim megin í stjórnmálum endilega, en hvað þetta var ótrúlega mikilvægt fyrir hennar sjálfsmynd og svona von upp á framtíðinu eitthvað að þessi kona yrði kosin og hún fór með mig 10 ára gamlan þarna þau veist að þegar hún svalinnar hann að þegar hún kosin og allt þetta og henni fannst hún vera að upplifa söguna og þannig að það erindi er skýrt. Ólafur Ragnar aftur líka skýrt erindi. Það mótvægið Davíð og allt þetta og það svona, þú veist, sterki svona stjórnmálamaðurinn töffarinn sem að mætir hérna við þær aðstæður og það reyndi nú heldur betur á það. Og svo Guðni, það bara, þú veist, við vorum kannski bara komin að stapir að við vissum ekki hvað embætti þetta var lengur, Ólafur Ragnar var búin að gjörbreyta þessu embætti og gera þetta eitthvað annað. Við þurftum bara gaurinn sem að kunni embætti. Við var eini maðurinn sem að þekkti sögu þess og bara gat útskýrt fyrir okkur hvað þetta væri, Gallinn það að hann hefur komið og greint lýsinguna og sagt að þessi starfslýsing virkar ekki og segir við þingið þið verðið að laga þetta. Já, og hann samt maðurinn í landinu sem þekkir hann best. Já, og hann segir við þingið þið verðið að laga þetta. Já, það ekki hægt að vinna eftir. En þingið mun ekki gera það. Nei, getur ekki. En þá spurningin, út af því að við þetta aldrei áhugavert, hvert erindi þeirra sem eru núna á frontinu. Hvert erindi Katrínar Jakobsdóttur? Já, mér finnst þetta ekki eins skýrt. En aftur og þá málið að kannski sér maður það bara í endurlitinu, maður sér það ekki fyrirfram. Þau verða að stilla fram einhver erindi. En þau þurfa að gera það og mér finnst ekkert þeirra að hafa skýrt erindi en ég get heldur ekki gert á kröfu á þau núna að ég skynji erindi hvers og eins strax, mér finnst það ekkert sanngjörn krafa en bara þetta kom eiginlega bara upp í hugan þegar þú varst að til þetta líka ákveðin galli bara við hvernig kosningabaráttan háð af því hún háð í svo þú mátti ekki segja neitt og þetta snýst alltaf svona tón og blæ og engin málumlega að vera að ræða neinn issue vegna þess að forsetin ekki að ræða einstök mál og þannig oft verður kosningabaráttan svona eins og sé verið að tala eitthvað en það ekki verið að tala það sem að kannski myndi skipta máli. Ég var að skoða gömul umræðina 2016 bæði í Ríkissjónvarpinu og Stöð 2 og kom mér óvart hvað þetta var, fyrsta lagi hvað þetta var tense, kannski var það því að Davíð Oddsson var þarna í salnum, ekki í góðu skapi, en þetta var bara rafmagnað andrúmsloft bæði í stóru umræðanum og líka það sem voru 4 efstu á Stöð 2 og líka mér fannst það bara, ég bara náði ekki hvað þetta fólk var að tala Þú veist, það sem var borið upp, það sem þau átt að taka afstöð til, var bara meira og minna eitthvað svona skringilegt, Þannig að það kannski eftir að koma í ljós að nú kosningabaráttan öðruvísi. Við erum til dæmis hér með svona podcast eða eitthvað og ég hef tekið viðtal við alla frambjóðuna nema Katrínu og ég hef séð að þau fara mjög víða það allt. Þannig að umræðin núna að mörguleiti öðruvísi og fleiri stöðum. Já, þetta bara miklu brotakendari samfélagsumræði í dag.
Kannski hjálpar það umræðinni að það sem kannski bara meira pláss því að þetta það sem eru öll á hanabríkinu þarna, kannski 10 í lokin, ef einhver ætlar að bíða með að taka ákvörðun þá er hver kemur best út úr því, þá myndi ég ráðleggja fólki að fara að kynna sér málin áður því það kemur ekkert út úr þegar þættir. Það kemur ekkert út úr því. Nei, það bara hverju sig fæ bara eitthvað örfáa mínútur sko. Þetta er rosalega spennandi, við stöndum frammi fyrir bara feikilega spennandi kosningabaráttu sko. Og það getur allt gerst ennþá, það getur, ég var bara rosa erfitt með að sjá þetta fyrir mér sko, hvernig þetta spilast út. Og líka hvernig spilast út þessi óvinsala ríkisstjórn sem að kannski undir flesti vilja bara fá að kjósa nýja ríkisstjórn, að kjósa ný þing, en við fáum að kjósa nýjar forseti í staðinn og það getur vel verið þarna vatni og undarlegan hátt á milli, veitum ekki það. Já, og árekstrarnir þar eiga nú bara eftir að verða harkalegri sko. Já, Eiríkur, alltaf gaman að fá þig að tala svona stjórnmálaástandið. Takk fyrir mig. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það er verið að frumsýna mynd á morgun, sem þetta er fyrsta sem að, ég veit ekki, er svona náttúruhamfara mynd. Það er svona kveikjan á söguþræðinum eru jarðhræringar úti fyrir Suðurlandi. Þetta er íslensk mynd, en þetta er dönsk mynd kannski aðalega. Íslensk dönsk mynd sem að Grímar Jónsson framleiðandi kemur að. Er þetta íslensk mynd, dönsk mynd? Dönsk mynd með íslensk? Kannski þetta verður dönsk-íslensk? Eða ekki íslensk-dönsk? Eða íslensk-dönsk? Nei, ekki, það er ekki meira dönsk en íslensk. Hún er meira dönsk, jú. Þetta er dönsk-íslensk samframleiðsla. En er þetta ekki rétt að sagan byrjar einhvern veginn á þessum endalausu jarðhræringum? Jú, reyndar. Hún byrjar hvað var það, Dyrhólei, vitinn þar, stórbrotin náttúra, Pálmi Gestsson, okkar ástsæluleikari, opnar myndina með íslenska fjárhundinum og það skekur landið eða skammt undan ströndum landsins risa jarðskjálfti og sem er svolítið svona kveikjan að svona sögunni, þú veist, þessi sprunga og það er svona svolítið sci-fi elementið í sögunni að komast það niður og loka sprungunni en síðan, já, þannig byrja myndin. Og kemur ykkur óskapnar upp þessa sprungu eða setur í gang ykkur að Já, þetta er bara svona loftslagsbreytingar, þetta er neikvæð áhrif en það er raunur ekki kjarni myndarinnar er ástasa svolítið svona hvað ef ég hefði Ástin sem hefði getið orðið Ástin sem hefði getið orðið, nákvæmlega Það hefur ekki verið í vinnuna heldur, hefur verið sinnt ástinni Einmitt, hann heitir Simon Sears sem er aðleikari myndarinnar og hann leikur strák eða mann sem heitir Elías og Elías fórnar ástinni fyrir framann í vísindum til að gera hvað sem er fyrir fræðina Akkurat og en síðan hoppum við í tímanum aðeins, förum 15 ár fram í tíman og þá förum við svolítið í þetta thematíska element sem ég myndist á hann, hvað ef ég hefði þú veist, og sem mér er sagt að fólk á dánarbeði það sér ekki eftir einu Akkurat. Nema því sem hefði átt að gera Akkurat Það sér ekki eftir neinu sem það gerði sko. Já, þetta er nefnilega fólk ætti að gera meira en minna Akkurat, en það var nefnilega mjög gaman að við heimsfrumsýndum myndina á alþjóðlegu kvikmyndaháttinni í Rotterdam núna í lok janúar og síðan var hún líka sýnd og keypti hún Drekaverðlaunin á Gautaborg miðjan febrúar og síðan frumsýndi í Danmörku í síðustu viku og við erum svo fyrsta landi utan Danmörku til að taka myndina til sýningar og það var mjög gaman að sjá myndina í fyrsta skipti með stútfullum sal sko, því að hún er áhrifarík, hún er grípandi, hún er spennandi, hún er samt ekki þessi klassíska fróða sem við sjáum ofta að vestan, sko, þetta er svona eitthvað, hún hefur eitthvað annað en margar aðrar myndir og bara frábær mynd og mjög gaman að koma að gerð hennar, bæði undirbúningi og framleiðslu og eftirvinnslu. Þú hefur komið að framleiðslu mynda áður? Já. Framleiðir Rúta? Já, Rúta
með Grími Hákonarsyni, ég gerði líka Héraðið með honum sem var heimildarmynd Nei, Héraðið var mjólkurbónda sem gerði byggðir á yfiráðum kaupfélagsskagfirðinga Akkurat, já, eða kaupfélagsins eða já, þannig að ég gerði þessa 2 myndir með Grími og við erum ennþá að vinna saman við erum að undirbúa næsta verkefni svo gerði ég líka undir Trénu með Hafsteini Gunnari Sigurðsson og núna síðast Northern Comfort og svo hef ég meðframleitt nokkra myndir eins og Goðheimar eða Valhalla sem var svona ævintýramynd sem var líka tekin upp hér að hluta og þannig að já, ég er með svona sterkar taugar til Danmörkur, ólst þar upp bæði sem barn og unglingur og bjóð þar og vann og stundaði nám í einhver tíma og það hefur svona smitað út frá sér núna eftir að ég hóf þennan feril, sem sagt kvikmyndaframleiðslu feril að þá hef ég svona ósjálfrátt leitað þangað og hef lengi sjálfur haft bara mikið dálit af danskri kvikmyndagerð bæði myndum og þáttum sko. Jú, en sen hafa hér Norðurlöndin Norðmenn eru ansíkuður Akkurat, skilur, það er svolítið þróun í þessu svona víða Kannski kemur þetta til Íslands? Já, mér finnst við nú bara að vera frekar vel á veg komnir með það þetta er náttúrulega risastór iðnaður hérna heima og ört vaxandi og tækifærin fjölmörg og bara gaman og svona bæði gaman en krefjandi þú veist að vera hluti af því þeim uppgangi. Það er tölvöld talað kvikmyndagerð á Íslandi og mikið bara í samhengi við þessi stóru verkefni sem koma hingað. Já. Sem að hafa eitthvað svona þjóðhagslegan ávinning sem við nefnum ekkert að núna. Akkurat. Má vel vera að það verði til 7 krónur okkar í 1 krónu og allt í lagi með það. Akkurat. En það var verður til hér stabbi af fólki sem kann og getur. Svona tæknideildin í íslenskri kvikmyndagerð, hún er alveg klár. Hún er ráðið við stór og mikil verkefni. Já, bara allt krú, eða þú veist, allt starfsfólk sem vinnur við tökur, þar erum við bara, stöndum við mjög framalega, bara á heimsmæli hverða. Þetta er bara ótrúlega gott. Hljóðið kom í lag, þú ert svo ungur og þú manst ekki eftir svona íslenska kvikmyndavorinu. Þá var hljóðið hryllilega vandamál. Nei, það er nú yfirlega, skilur, það er ennþá leifur af því. Maður sér svona í kommentarkerfunum sko eftir að íslensk myndir íslensk mynd eða þættir hefur sýndar í sjónvarpi, þá er alltaf einhver handfull af fólki sem að kemur og kommentar hvað hljóðið hafi verið lélegt, að það hafi ekki heyrt nú vel hvað sagt. Er það ekki bara, kemur það ekki með aldrinum? Fólk kvartar yfir því að Jésu tala og hratt eða Jésu og þöglumeldur. Hefur við hlustað á Rás 1 á morgnana? Já. Þá tala þau svona hratt. Akkurat. Nei, en þú veist að minnast á hljóði, það er einn af þessum framleiðslu þáttum sem ég hef bara sérstakann áhuga á. Mér finnst það mjög heillandi hversu stór hluti það er nú af kvikmynd, hljóðheimurinn og það eru margir sem kannski áttast ekki á því bara að hljóðheimurinn eru nú búin til alveg frá grunni af listamönnum sem kunna að búa til hljóð og þar eru við nefnilega ansi framalega, þú veist þessir góðu hljóðmenn sem við eigum ekki bara að vinna að íslensku verkefnum heldur líka eru eftirsóttir bara utan landsteinina í verkefni. Þetta er ekki íslensk kvikmyndagerð að sjóna erlendri kvikmyndagerð og þótt að við ættum sko allt krúið í lagi að þá verður að vera til einhver íslensk kvikmyndagerð, það verður að vera til myndir sem eru búnar til fyrir íslenska markað en það verður líka að vera einhver listgrein eða kvikmyndagerð. Já, íslensk. Þetta er nefnilega það tekur kannski meðaltali 5 ára að taka upp, ekki að taka upp, það tekur meðaltali 5 ára að gera eina bíómynd. En það tekur kannski bara 5-6 vikur að taka hann upp og þá er allt í einu 100, 200 eða 300 manns að vinna við gerð myndarinnar en tímabilið fram að tökum og eftir tökum þá er þetta bara einhverjir nokkrir aðalar, handriðshöfundur, leikstjóri, framleiðendur þetta er ekki dúrlega margir sem er að vinna þróun og fjármögnun og eftirvinnslu reyndar í eftirvinnslun er þetta
er þetta aðeins fleiri en þeir sem ég var að nefna en það eru margir sem að spyrja mig sem kvikmyndaframleiðanda, hvað ert að gera núna, hvað ert að taka upp núna, en ég sjaldnast í tökum. Yfirleitt er ég að þróa eða fjármagna eða vinna að einhverjum undirbúningi eða einhverju slíku, þannig að maður er sjaldnast í tökum, en fólki sem er alltaf í tökum, krúið okkar, starfsfólki okkar, þeir sem er alltaf að vinna 10 og 12 tíma daga, það er hetjunar okkar þannig, það er þeir sem standa vaktina allan daginn, alla daga og láta þetta gerast, en síðan eru það hinir eins og ég, framleiðendur, höfundar, leikstjórar sem koma að verkanum, þeir eru ekkit alltaf upp á dekki að vinna 10-12 tíma daga, skilur. Þannig að það er stór hópur fólki sem er að vinna bara við kvikmyndaiðnaðinn. Já. En síðan erum við náttúrulega með eitthvað sem heitir kvikmyndagerð og þar erum við náttúrulega eitt einkenni á Íslandi er að við náum ekki 400.000, heldum það í desember að við verum að ná 400.000 en við erum það ekki. Akkurat. Og ekki allir af þeim skilja íslensku. Akkurat. Þannig að við erum pínlítið markaður og þá er það spurningin, það er myndir sem er verið að búa til að náttúrulega einhverju myndir eru bara búna til fyrir íslenska markað. Já. En það gengur eiginlega ekki upp nema að hún bara slá í gegn, Hún verður eiginlega að slá í gegn og hún þarf líka að kosta mjög lítið. Menn þurfa einhvern veginn að gefa allt í þetta. Þá er ég ekki að tala að menn sé endilega að veðsetja húsin sín og eitthvað þannig eins og gekk og gerist hérna á árum áður, en ég hef það sterta tilfinninguna þessar ódýru íslensku myndir að þá eru menn svolítið enga síður að leggja alltaf veði og fólk að fresta launum sínum og gera þetta meira hugsjón heldur en fyrir launatjekanum. Og kannski einn af hverjum 5 færi ykkur raunverulega laun tilbaka en markið þarf að vera svolítið hátt að þú þarf til að ná 20.000 manns í bíó eða eitthvað til þess að... Já, ætli það ekki. En þú veist... Og það er erfitt. Já, við sitjum ekki við sama borð eins og mörg land sem viljum bera okkur saman við. Í Danmörku getur búið til mynd fyrir Dani og hún fjármagnast þaðan frekar öðla bara í ljósi stærmarkaðarins. Við erum svolítið háð því að sækja erlend fjármagn í þessa myndir sem við erum að gera og þá verða myndinar að hafa það með sér að geta ferðast til þess að verði aðlaðandi fyrir erlendamir. Það er önnur deild, en það er svo deild sem að ég starfa í og sérhæfi mig í. Ég ætla aðeins að áður en fyrir mig hana. Það er þetta að búa til myndir fyrir íslenska markað. Akkurat. Og það er lotteri, það eru bara fáir, það er reynda verið núna, var ekki myndin að Sigurjón skekk ágætlega og Villibráði fyrra og nú er eitthvað úlingamynd í gangi. Bylgja. Þeir byrjuðu með þetta Markelbræður líka með veiðiferðamyndunum, síðasta veiðiferðin og allra síðasta á hvað hét allar saman. Þær gengur vel og þannig að það virðist vera komin einhver uppskrift. Olsenbandin eins og Danindi gerði á sín tíma. Já, þú veist það virðist vera komin einhver svona uppskrift að nýtt lítið allalíf, svona einhverjum þannig tegundum af myndum sem að ganga vel í bíó og eru greinilega eiga meira en fullkomin rétt á sér af því að það er það sem fólk langar að borga sér inn á og horfa og skemmta sér. Algjörlega, ég er bara að velta fyrir mér að ef þetta er svona tæpur markaður, hvort að verði til einhver lína, einhver svona íslensk hugmyndagerð innan úr því ef það eru 4 af hverju 5 sem að raunverulega eru landið niður þannig að þeir fara bara að vinna nætur og eftir á Kleppi til þess að vinna fyrir fjölskyldunni 10 ára eftir. Já. Þú þarft alltaf einhvers konar grunnfjármögnun, saman hvort þú ert að búa til bara fyrir íslenska markaði eða líka erlendan. Og grunnfjármögnun getur þá verið sjónvarp eða dreifingaraðli í kvikmyndahús og eða kvikmyndasjóður. Og þessar myndir sem hafa verið gerðar fyrir lítinn pening, þessar íslensku myndir eins og vorum að tala að þar held ég að það séu sem sagt bara dreifingaraðlarnir og sjónvarp og að einhvern litlum hluta kvikmyndasjóður. Sem standa undir þeim og taka kannski einhver áhættu líka. Þú veist, að það verði að koma eitthvað ekki margir, 10, 20, 30 manns til þess að ná einhvers konar break even.
Það er eiginlega stórundulegt að eitthvað standi í þessu. Dæmið gangi. Já, þetta er náttúrulega ekki fyrir helvita mann að vera í kvikmyndaframleiðslu. Það er ekki að mæla með því við neitt. Nei, ekki þannig, fyrir utan bara hvað þetta er gefandi og skemmtilegt, sko. Þannig að hvers virði það er mér mikils virði. Íslenska nýtt líf og dalalíf og yfir í villibráð og það allt saman, það er svona, fólk þekki það. Náttúrulega, svo eru nokkra myndir sem hafa verið eins og með allt á hreinu, sem er náttúrulega verða svona þjóðargersemir, sem eru úr þessum hluta. Ég veit ekki með Óskar Jónasson Jú, Sódóma Reykjavík. Hún var bara fyrir Ísland. Kvöld íkon. Já, hún er kvöld íkon. Nei, hún var líklega hugsuð til þess að fara út líka. Sódóma Reykjavíkur var, held ég, fyrsta íslenska myndin sem kemst inn á Cannes. Ég held það sé rétt hjá mér. Sem er náttúrulega alveg... Þannig hún er eiginlega í hinni deildinni sem við ætlum að ræða núna. Það eru Íslendingar að búa til myndir, auðvitað fyrir íslenska markað, en til þess að fá peninga í það, þá þarf að hafa myndina þannig að hún geti ferðast. Og það er, Já, þetta er samt, sko, þetta er ekki alveg svona, þú veist, tökum Hrúta sem dæmi. Hún er eins íslensk og íslenska myndi verða. Samt hefur hún ferðast allan heim. Ég ætlaði að bæta við niðurstöðu Halldórs Laxness eftir að hafa verið í Kaliforníu. Að niðurstöða hans var svo að til þess að geta orðið heimskáld, þá er hann að fara heim og búa til sögur úr sínu samfélagi. Nákvæmlega. Og Hrútar eru þannig stefna. Þannig ég þess að fólk stekkið og búið til eitthvað og reynir alltaf að lúkka eins og erlenda mynd. En menn vita það að hún þarf að geta ferðast. Þetta á að vera okkar saga sem að ferðast. Þar stöndum við náttúrulega svo sterkt, bara gömlu góðu klésirnar, sagnaarfurinn og þú veist, bara bókmenntaþjóðin og gott sögufólk. Já, það finnst mér. Og það er líka, það er viðmótið sem ég fæ þegar ég er út á þessu markaðum að kynna og selja mín verkefni, að það er spurningin sem ég fæ iðulega og nánast bara í hverskipti, bara hvernig farið að þessu? Hvernig getið þið komið með endalast á færibandi, ferskar, góðar, sögur, skemmtilega sögur. Þá er fólk að dásta sko raunverulega handritin og sögunni og upplegginu myndinni, en ekki eins og okkur er kannski gjarnast í Íslenska umræðu að dásta krúinu sem við vorum að gera hérna á þann. Akkurat. Þannig að það er fólk sem þú ert að hitta, er einmitt að dásta því sem að stundum er talað á Íslandi að sé veikleiki íslenska hugmyndagerðar sem er handritið. Já, þú veist, það er náttúrulega bara sjálfum finnst mér það bara að vera misjæmt sko og þú veist, það sem einum finnst skemmtilegt finnst öðrum leiðilegt og það sem einum finnst fyndið finnst öðrum ekki fyndið og það er bara eins og með mat og alls konar aðra neyslu vöruskilur og það er ekkert eitthvað að setja það í nýðunjör og það í einhvern eitt flokk sko en minna þessar samframleiðslur, þessar myndir sem við erum að fara með í Víking út og sína á kvikmyndahátíðum og dreifa erlendis í gegnum þá sölufyrirtæki og dreifingar aðalega, það eru ekki endilega eitthvað þyngri myndir, þú veist, kannski að einhverju leiti, menna þú veist, Hrútar er ekkert eitthvað léttmeti, hún er samt ekkert einhver svona, hún er ekkert nýþung, erfið og leiðileg, eða skilur við, þetta er bara svolítið alls konar, þú veist, það er, menna nú er ég er til dæmis fáránlega spenntur að sjá nýju myndin hans Rúnarssonar sem komst inn á Cannes í gær. Eins og Hrútar fóru, ekki? Eins og Hrútar fóru. Og Hrútar unnið vel. Já, ég meina það er náttúrulega alveg magnað að við höfum verið með mynd á Cannes næstu árlega síðan, þú veist, í 10 ára eða eitthvað. Þú veist, það bara með einhverjum örfáum undantekningum. Benni Ellings var þarna og Grími var þarna. Komist ekki á stórmót. Hlynur Pálmason var þarna og svo framvegis. Jú, þetta er bara svipað eins og komast á EM eða HM, skilur við. Bara aftur. Eins og við verðum þar aftur. Við verðum að tala gullnu kynslóðina. Nákvæmlega, þetta verið íþróttir. Og þetta er búið að vera í gangi núna næstu því áratug og þetta er bara stórkostlegur árangur bara fyrir íslenska kvikmyndagerð. Og við gætum talað svona gullna kynslóða því að einhver leiti eru þeir sem að koma að þessu svona, þetta er kynslóð. Það er ekkert. Já, og jú, það má segja það, en mér finnst það bráðna svolítið saman þessar kynslóðir, mér finnst vera samhugur í bransanum á milli eldri og yngri og alla vegu, þú veist, bransin hefur þroskast mjög mikið og bara, já, hann lítur vel út, mér finnst vera góðir, mér finnst
bjarti tíma framöndan. Hérna má ég að spyrja Hrúta því að það er svona dæmi mynd sem að er búin til með einhverjum peningum að utan. Já. Og er fyrir íslenska markaði líka til þess að ferðast og gekk mjög vel. Að þú ert framleiðandi svona af innkominni. Náttúrulega einhverjir styrkur í þessu. En af innkominni, hvað var Ísland stór hluti af? Þetta skiptist svolítið þannig að segjum að Danmörk og Ísland sé að gera mynd saman, þá íslenski framleiðandinn Ísland og danski framleiðandinn á Danmörku. Restina heiminum skiptist síðan milli bara í hlutföllum miðað við það fjármagn sem kom frá hverjum framleiðanda fyrir sig. Þannig er tekjuskiptingin ef einhverja tekjur eru og svo er það bara reikningsdæmi, skilur, að það koma 20.000 manns í bíó og sem borgar sig. Ég er bara velta fyrir mér að þetta með að fara og ganga vel ellendis, stundum er það þannig að þú ert bara kannski að þvælast á milli einhverja hátíða og þú eiginlega bara þarft að sinna myndinni í nokkra mánuði en færð kannski kemur ekkert mikið út úr því. Nei, oft getur þetta verið bara... Mjög sjálfast sem myndi ganga vel í bíó kannski, eitthvað langi, stundum er þetta sala inn í þýskar sjónvarpsstöðvar eða það sem ég... Nákvæmlega. En það er held ég bara allir gangur á því. Þú veist, stundum gengur það vel og stundum ekki. Menn stundum... Ég spurði Hrúta sem gengur vel. Já, og undir trénu gekk líka rosalega vel. Hún fór í bíó út allt og þú veist, þetta er þessar... Og mikið af þessum íslensku myndum ganga mjög vel, en svo er það samt þannig að dreifingar aðalinn, þú veist, það er eitthvað fyrirtæki í Þýskalandi sem setur myndin í bíó, þeir eyða einhverjum x milljónum í kynningarkostnað, þú veist, og auglýsingar og veit og þetta. Og fá það fyrst. Og þeir fá það alltaf fyrst, þannig að þú veist, tekjurnar þurfa ofta að vera verulega miklar til þess að það enda á því að koma tilbaka til framleiðandans, en síðan eru líka, þú veist, það eru fjölmörg dæmi að íslenska myndir, bara sögurnar eru það aðlaðandi og skemmtilegar og vel skrifaðar af okkar frábæru handritasöfundum að það er verið að kaupa endurgerðarréttin. Hrútar voru endurgerðir í Ástralíu og Suður Kóríu og þú veist að þá kom einhver að tekja því líka og síðan eru náttúrulega kvikmyndaverkefni bara eins og bækur og mikil af annari list. Þetta er ódöðlegt, þetta eru verðmæti sem eru komin til að vera, þau fara aldrei. Svo vegavinnu myndin endur gerði það ekki í... Jú, þarna á annan veg eftir Hattagurna sem að við gerum undir trénu saman og Northern Comfort, núna síðast. Heyrði ég ekki eitthvað að því að vera hugmyndur endurgerða kona fyrir stríð eða eitthvað? Jú, gott ef ekki. Var ekki Ég veit ekki hvort að var það eitthvað að því að það? Einmitt. Var það Jodie Foster eða? Ég man ekki alveg. Stórnafn. Já. Herðu? Já. En sögurnar sem að þú heitir fólk út í heimi sem segir að bara svo sterkar sögurnar sem koma frá Íslandi. Já. Það er sögur af þessum sem að dreifast víða. Það er við sem að búum hérna, planningjum sem að búum hérna í borginni. Það var oft kyrst út á landi, svolítið eins og íslenska skáldsagan kom mjög seint til Reykjavíkur. Það voru bara, og allt gott fólk eða það sem átti að vera svona upprunalegt og alvöru, að það var allt fólk sko, sem var bjóð utan landi eða var utan landi í bænum. Þannig að það var ómark hvað okkur fannst eða hvað okkur leið hérna og sömuleyti er kvikmyndin svona meir út á landi. Já, það var kannski á einhverju tímabili. Maður heyrði hérna bara ekki enn einn sveitamyndin, ekki fleiri bændur, getur við fengið eitthvað annað, sko. Þessi er náttúrulega alls konar og fjölmörg dæmi myndir sem er ekki þannig, þú veist, og hann þú veist, ég veit ekki hvort að setja að tala um einhver tískuströma eða eitthvað annað í því, sko, ég held að það sé meira bara eitthvað tilfelli, en ég upplifði ekki þannig núna og í því sem hefur verið núna undanfarin ár og það sem ég veit er á leiðinni, það er ekki mjög bænda eða landsbyggða miðað, sko, svona í efnistökum eða í handritum. Þú veist, þannig að ég held að það sé kannski bara liðin tíð. Þetta hafi verið svona tímabil. Já, það var náttúrulega gruna það hans að vita það, sko. Það var náttúrulega svona einhver leiti var þetta líka kannski kynslóða tengt að þetta
oft sem að var svona ára í kringum Björk og Sigurrós sem var svona hugmyndur að hvað verið svona sérstakt við að vera í Ísland og fólki var að svara þessu í viðtölum náttúrulega, en svo náttúrulega Sigurrós bara í heimildamynd eiginlega, það sem að var eiginlega var að mörguleiti líkt og að frambóðsmyndband hennar Hrundar, öllu Hrundar, svona úðurinn til einhvers samfélags í sveitunum. Ég meina þetta líka eitt af stærstu svona verðmættunum okkar, þú veist, eins klísjálegt það kann að ljóma, þá það bara náttúran. Það geta keyrt í 10 mínútur frá Reykjavík og vera bara í einskilsmalandi einn með sjálfum sér en náttúrulega bara ákveðin forrititi sem ekki margir búa við og náttúran okkar er náttúrulega stórkostleg og mikilfengleg og tala ekki allar þessar náttúruhamfarir, eldgos núna nýlega sem að hafa dögn yfir. Ég einmitt að vinna mynd með leikstjóra sem heitir Ugla Hauksdóttir eftir bókinina Siggu Hagalín sem heitir Eldarnir, Ástin og aðrar hamfarir. Það sem að eldgos augljóslega koma mikið við sögu og ég finn alveg fyrir því að markaðurinn erlendis er mjög spenntur fyrir svoleiðis ástæðasögu með svona einhverja hamfara backdropi sko, það er mjög heillandi. Heldur að komi svona tímabil þar sem að íslenska sögur taki mið af hamförunum. Það var svona mannstöttið í þegar COVID kom og þá voru menn að tala ekki um COVID-myndunar. Þær voru bara svo leiðilegar að þær eiginlega voru hurfu. Það komu náttúrulega heimildaþættir COVID. En svona, það hefði áhrif á svona kvikmyndagerðina og myndunar. Einmitt. Það var kannski að vera út af grímunni sem að var ekki hægt að láta leikarana vera með þetta. Já, einmitt. En það mér er bara svo magna að hugsa til þess hvað stutt síðan að við vorum í sókví og máttum ekki fara í jarðafarir og eitthvað. Það er eitthvað svo súralist að hugsa það sé bara kort síðan sko. Það er misjafnt hvað svona í atburðum sogast inn í sko sögurnar sem að síðan eru sagðar. Það er ekki alveg gefið að við fáum 18 eldgósamyndir í röð. Nei, ég held að það væri bara engin markað fyrir það sko. Ég meina stærsta klísjan í kvikmyndabransan er sennilega content is king, þú veist, bara ef þú ert ekki með gott handrit þá ert ekki með neitt. Þess fyrir utan þarftu góðan leikstjóra og góðan framleiðanda. Þetta er svona gilda þríeiki skilur sem að ef það er veikur hlekkur þar að þá í þessari samkeppni sem við búum við þá áttu varla sjans. Þannig að þetta eru svona þessar grunnstóðir sem við þurfum að hlúa að og þess vegna er mikilvægt að við, þú veist, gleymum því ekki. Þú veist, það er mjög gott að við séum með risastóran iðnað og við séum að þjónusta svona risastór verkefni, sjónvarpsþáttaseríur og stóra bíómyndir og það er öllum til góðs og mikil lukka. En það er bara mikilvægt að við gleymum ekki svona rótinni okkar, þú veist, og kvikmyndasjóð og okkar sögum, þú veist, við viljum ekki að okkar kvikmyndarfur og menning sé oflituð af einhverjum sögum sem að eða af þessum stóra erlendu verkefnum skilur sem að, þú veist, það er ekki okkar menning heldur er það. Við verðum að segja okkar sögur og við erum sögufólk sko, allavega erum við ekki það er nú verið sagt að þegar við erum að fjalla einhver mál og hættur okkur til þess að rökstyðja mál okkar með því að segja sögur frekar heldur en að vera með einhverja svona rökleiðslu. Akkurat. En ég veit ekki hvort að við séum svona sögufólk, kannski breytist það. Já, nei, ég held við séum það. Sjáum það nú bara af allavega í því sem að ég er að fást við í kvikmyndagerðinni. Þar finnst mér vera bara endilega uppspretta af góðum sögum, þú veist, þetta er en meina samkeppnin er gríðaleg, þú veist, það er erfitt að, þú veist, það er sama hversu gott handrit þú ert með, það er alltaf erfitt að koma verkefni á koppinn, sko, Það kom eitthvað, ég man ekki í vetur, þá var eitthvað að vera fjallumynda í sambandi við bóksölu. Að það kom í ljós að kannski erum við ekki mikil sögufólk því að við lesum ekki eins mikið af bókum og við gerðum áðurum og ekkert svo mikið af bókum í samanburði við aðra og það sem við lesum er kannski ekki svo gott. Já, ég ætla nú ekki að hafa sterkast skoðun á því en mér finnst ég bara að finna fyrir ótrúlega miklu meðbyr á
erlendri grundu með íslensk handrit og íslenskar sögur. Eins og sagði ráðan að það hafa farið víða, mjög marga myndir sem hafa farið mjög víða. Já, þetta alveg einstakur árangur og bara ótrúlega gaman að vera lítill hluti af þeirri vegferð. Sko. Við ættum að tala gullkynslu, þú veit ekki alveg á því, eins og það sé útilokandi fyrir aðra kynsluðir, en ég held að sé að vera tilefni þess ef við verum að tala á svipuðum nótum og við verum að tala íþróttirnar. Já, það má alveg færa skynsamlega rök fyrir því. Herðu, við ætlum að skjóta inn sýnishorn myndinni, sem að myndi líklega heita hvað á íslensku, að eilífu? Að eilífu, það er bara for evigt, við notum danska titilinn og heitir Eternal á ensku og endilega. Skellum á það. Kæra þakkir. Takk sem leiðis. Iceland was hit by an earthquake. The fracture on the bottom of the ocean has grown. Now scientists from all parts of the world will start a joint mission to seal the fracture. We are approaching the fracture. 3, 2, 1. Det är vackert. Hvad hedder du? Elias. Anita. Lige meget. Jeg har også fulgt lidt med i jeres ekspedition. Jeg har været stolt af dig. Hvordan tror du, det var blevet, hvis vi var blevet sammen? Jeg har et liv, Elias. Det er din familie. Skal I derned igen? Hvad om we have a major problem here? Jag blir tvungen att gå ut och se om jag kan ordna Manuel. Sige, du kan mærke noget. Du føler noget lige nu. Det går ikke der. Tiden den går hurtigt, end jeg tror. Samtidig med, at det står stille. Hvad drømmer du om at finde? Já, þetta var sýnishornmyndinni For evigt. Ég ætla að leiðrétta mig hérna, ég sagði áðan að myndin er frumsýnd á sumardaginn 1. sem er á morgun, það er ekki rétt. Hún er frumsýnd á föstudaginn. Hún er sýnd í Smárabíói og Bíó Paradís. Gæti ykkur til að fylgjast með því. En þetta eru lokin á þættinum í kvöld. Ég þakka Grímari og öllum gestunum sem hafa hingað komið. Minni á að við erum í svona smá átaki núna á samstöðunni að safna áskrifundum. Það er byrjað að hlýna, það er komið vor og þá eru koma inn svona ágallar í þessu stúdíu okkar að hér er engin loftræsting og þess vegna erum við eiginlega að safna áskrifundum. Það næsta sem við ætlum að kaupa er loftræsting, ég veit ekki hvort þið heyrið á mér en ég er alveg að falla í yfirlið af súrefnisleysi hérna. Þannig ef þið viljið bjarga lífið mínu þá verðið að gera áskrifendur. Þetta er ekki alveg svona alvarlegt. Ég er svona svolítið dramatískur sem að verður svona þegar maður vantar súrefni, þá verður maður svolítið tipsy eins og þetta er. En þið getið, ef þið viljið vera áskrifendur, eins og margir hafa verið að gera, það hefur verið mikill straumur af fólki sem hefur gert áskrifendur samstöðunni hérna undanfarna daga. Það er eins og sé ykkur meðbyr með okkur. Ef þið viljið taka þátt í því ævintýri, þá getið þið farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getið þið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem er grunn áskriftin. Þið megið borga meira ef þið viljið og því sem að kjósið getur átt áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Það væri gaman ef okkur tækist að byggja þetta upp svona næstu mánuðum og misserum, að okkur tækist að smíða hér fjölmiðil sem væri í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda og gæti staðið fyrir öflugri og sterkri samfélagsumræðu sem að svo sannarlega vantar í Íslands samfélag. Til að það tækist að þá þurfum við öll að leggja pínulítið til. Ef að þið eru aflögufæðir og hafið kannski verið að njóta efnisins hér á samstöðunni og hafið kannski tekið ákvörðun innra með ykkur að vilja vera með í liðinu, þá hvet ykkur til þess að gera það sem allra fyrst svo við getum styrt dagskrána. En fyrst keypt smá loftræstingu hérna inn í stúdíóið svo við getum framleitt efnið. En þetta er lokin í kvöld, þetta er lokin á vetrinum, þetta er síðasti vetrardagur í dag, á morgun kemur sumarið og þá verður nú aldeilis gaman. En rauðaborðið verður næst hér á föstudaginn, að þá verður vikuskammtur hérna klukkan 4, þá mætir hingað
hópur af skemmtilegu fólki að ræða fréttir vikunnar. En góða nótt að sinni. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag.